Allir tilbúinir því að við erum allavega tilbúinir drenginni, klukkan orðin 4, það föstudagurinn 30. maí og Helgi mætt sem að við drenginni í FNÍFM Blöð erum búin að bíða eftir í 7 mánuði, hvorki meira enn minna. Þetta er rosalegt. Við erum í beinni útsendingu hérna frá Laugardalshöll, sitjum inni í nýju höllinni, heitir þetta nýja höllin eða heitir þetta frjálsíþróttahöllin eða hvað kallar maður þetta? Þetta er náttúrulega bara sama bygging og höllin. Ja, við erum í Laugardalshöll, en þetta er náttúrulega stóra rými. Já, þetta er 10.000 manna event, þannig að þetta er svakalegt. Ég er að horfa hérna yfir og ég er bara Ég er að peppa, veist það, mér líður núna. Ég er ekki að grínast, drengir, og við ljúgum ekki að hlustendum. Mér líður eins og sé að labba á svið á þjóðhátíð, samt er rúmur sólarhringur, ég labba á svið. Ég er komið þannig fyrir, sviðið er á leiðinu upp, allir skjáir á leiðinu upp, þetta er alltaf að detta inn. Og ég spyr, ég ætla bara að taka gamla góða Egill, hvernig ertu? Ég hef aldrei verið betri. Það heyrist rosa lítið í þér. Gott í hann að netamæk. Já, ok. Og bara færa það hinga. Það heyrist í kallinum. Já, þú þurfum að hækka það nú eftir. Það er ekki að heyrast í kallinum. Já, hann ertu. Það er að heyrast í kallinum. Það hefði ekki allir fattað þetta, en ég sem teknum það, fattað þetta. Þetta var vel gert, Blondell. Ég hef aldrei verið betri. Það er gott að heyra. Það er ekki að spyrja mig líka. Já, hvað ertu? Ég er fyllandi góður og frónt. Það er komið svona, það er komið gig pepp sem og gig kvíði. Allt einhvern veginn í svona fiðring í maganum. Því að það er eitt að halda 250 manna ball á Söðurkróki á Hótel Mælifelli. Já, eða eitthvað, þú veist, eða vera með hálft Ísland hérna í höll. Það fyrir nú ekki alveg hátt Ísland, en svona 9-10.000 manns þetta morgun. En ég er peppaður. Þetta Ég er í gír. verður algjörlega geggjað og við náttúrulega erum í þannig gír og þessi þáttur, við munum alltaf koma aðeins inn á þetta, við getum ekki annað, við erum í höllinni, við erum í svo miklum gír. Þetta er svona eins og þegar við erum á þjóðhátíðar, þegar við erum í þjóðhátíðarþættinum, þá er þetta svona svipaði gír, þetta er daginn fyrir stóra giggið og þannig að það mun aðeins lita þetta kannski. Það eru 3 hluti sem við verðum að fara yfir, af því að það hefur verið að spyrja svo mikið þá og í fyrsta lega er það miðarnir, ennþá til miðar, þetta er 10.000 manna gig, við getum bara með við síðasti gig hjá okkur, þá var þetta bara þannig, þetta fór að stað með bara biluðum látum og svo týnist þetta bara út og svo verður þetta allt crazy í lokinu og það er að gerast núna, þannig að fólk þarf að vera á tánum. Já, síðustu 3 dagarnir eru alltaf svona með stærstu dögunum. Því að við Íslendingar erum bara þannig, maður kaupir annarkvort í byrjun eða svona síðustu stundu. En þetta gætu bara núna ángríns bara klárast á morgun. Hitt þá er það mergeið. Það logar að tánum. Sko það er eiginlega verið að gefa okkur lestur Þetta þú er að taka þetta á. Þú ert merge-kóngur. Ég get eiginlega tekið þetta á mig. Málið er að fólk er að spyrja hvað getur keypt fyrir þið sjó. Já, sem að make a sense, fólk vil kaupa sér þetta og mæta í þessu. Það sem við erum að mæla með, þú mætir bara í ykkur fötum, kveikir í því og kaupir þér the merge og ferði það. Það er það sem við erum að vinna með. Já, ok, þú vart eða að koma bara í einhverjum lufsum sem er alltaf leðilegt og kannski að koma úr einhverju partí eitthvað. Hendir því eitthvað. Já, hendir því og ferð svo í merge. En svo veitir líka að eins og Johnny Money sem er ofta skutla okkur blöð þegar við erum með nokkuð gig saman kvöld. Johnny Money? Já, það er viðnefnið síðan. Það er okkar besti maður. Að ég segja að finna sögu á hann. Nei. Jú, nei. Tengist að Money. Það er ekki út á svæna. Nei, ég fór að fatta að hún er ekki alveg út. En það er ekki af honum. Jú, ok, núna hljómar þetta miklu verð. Já, og þú ert búin að gera þetta miklu verð. Ok, mjög fyndið. Hann er þetta er algjör snillingur og skutlar okkur steinda ef við erum með meira en 1 gig á kvöldi. Það er ógeðslega þægilegt að hafa Johnny Money. Þetta er besti vinur Frankans blöð. Já, Hafdís Anja, dóttir systir minnar og þau eru bestu vinnir. Johnny Money. Já, nema það þegar við vorum að taka upp hérna Bannað að hlæja, úrslitaþáttinn, þá var Hjöppi, hann átti að vera með pubquiz í Keiluhöllinni. Strax eftir úrslitaþáttina Bannað að hlæja. Og ég sagði við hann, herru, engar áhyggjur, þú getur alveg fengið ég græja far fyrir þig. Hann bara ok, gegja. Og ég heyri Johnny Money og þetta eiginlega bara útskýrir hversu mikill topp náinn getur. Ég heyri Johnny Money og bara herru Hjöppi, hann þarf að komast upp í Keiluhöll strax eftir þáttinn, hann er með pubquiz, getur þú græjað okkur? Hann bara alltaf, ég bara ok. Og svo kemur Hjöppi eitthvað er þetta leigubíl? Nei, það er bara strákur sem er alltaf að skuldla okkur steinda, algjör topp maður. Hann bara, já ok, þetta verður ekkert skrítið, náttúrulega þekki hann ekki neitt. Ég bara, þetta verður ekkert skrítið, topp maður. Hann bara, ok, svo bara klárast þátturinn og Johnny Money sendir mér, það er blá Tesla alveg fyrir utan, því hann er á öðrum bíl, sko. Ég bara, já ok, kallin á Tesla. Segir við Hjöppa, herru Hjöppi, það er bláa Teslan hana. Ég beði að heilsa Johnny, eitthvað. Fæ svo bara SMS frá Hjöppa. Hvað er eiginlega gangi hérna? Ég bara herru, það var Johnny Money, hann var í vinnunni, en hann bara vildi ekki let us down, hann sendið mömmu sín og pappa sækja Hjöppa og þau sótt hann í húsi og skuttlanum í Keiluhöll og Hjöppi bara, herru, ég alveg geta tekið leigur
Þetta minnir mig svolítið á þegar ég fór mast á skuttlara kom þér óvart þetta. Spurði ég bara, já, hvað gerir þú? Ég hló svo mikið. Sér hvað þetta er gott. Já, en Johnny, það sem hann gerir og vinir hans að hann segir þegar ég fyrir á tónleika, hann að djöflast á gólfinu allan tíman. Hann segir, ég mæti með svona 3-4 bóli og hef þá bara út í bíl. Því að þú veist, það oft einhver einn á bíl í hópnum, það einhver driver og svona, þannig að það ekkert mál að henda bólnum sínum út í bíl og fara í nýjan bólu og vesla hérna, eða kaupi stærð fyrir ofan og ferði yfir, þetta rettast, en við náðum ekki, það engin búð í gangi, þetta bara í höllinni. Við erum búið að þeirra mörgistindi, heldur að eigaði bólur verið vinsæl? Ég held að það verið helviti vinsæl. Ég verði að viðurkenna það. Steindi sagði off-air og þú varst ekki svo nálægt bara hver heldur, og hann var að meina þetta, hver heldur að kaupa þetta drast. Ég held að seljast upp á svona nálægt. Það var ekkert eðlilega óþægilegt, eftir síðasta gig þá voruð þið með bleiubólinn. Ég er svo ánægður að hann hafi ekki komið comeback allavega. En það má ekki, reyndar verður að vera til nokkri vörtbólir, því að við pöntum aldrei aðra sendingar. Nei, við erum að klára nokkra vörtbólir líka, en hérna þeir verður líka, en þá fór ég sérst og þá sá ég hérna, þá hitti ég kassastarfsmann í Bónus sem var á tónleikunum og hefur keypt ból og hann var í honum í vinnunni, þannig að hann hefur afgreitt svona 5.000 kuna þennan dag í bleiubólum. Allir að sjá þig á og svo þegar ég kemur að mér að kassanum og þú veist, ég sé bólinn og það er svo bara stemming, bara okkar maður. Já, mér döðlangaði líka að vera bara, heyrðu, hérna, ef ég kem með annan ból, myndur þú íhuga að svissa bara, þú veist. Herru, bólinnir, þeir verða seldi bara í höllinni, það er ekkert eitthvað fyrir. Nei, það er ekkert að panta því miður. Og svo er líka mikið spurt mat. Já, maturinn, ég fekk að stjórna honum, það er bara svoleiðis, það verða pítsur, Dominos verður út allt og bæjarnas bestu fyrir utan. Já, það verður ekki 30, hérna, þú getur ekki farið í matavagn, þú getur ekki farið og fengið eitthvað flóki taco eða eitthvað svoleiðis. Þú farið bara pulsu eða pítsu. Hver nennir vera fullur á tónleikum að fá sér taco? Nei, já, sko, málið það, eins og við höfum alltaf sagt, sko, þetta er ekki tónleikar, þetta er festival. Við höfum alltaf verið að hvetja fólk til að henda sér í lunch eða brunch, fá sér vel að borða, aðeins að hita upp, koma svo snemm í höllina. Þetta er ekki, þú ert ekki að vera að mæta hinga klukkan 9 og eru búin að missa á okkur og netun og Birni og öllum, sko. Nei, þú þarf bara að vera hérna klukkan 4-5. Þetta byrja 5, sko, við höfum aldrei verið að snemma á svið, við fyrir á svið 20-20. Já, 20 myndir eru á það. Já, þannig að það er... Þá er fólk búið samt verið að vökva sig allan daginn. Já, við erum bara að tala um þetta mjög lengi. Við erum byrjað að snúa þessu við á Íslandi, byrja fyrr og hætta fyrr og við erum bara í því núna. Ég held að allir sem eru að koma séu bara ánægð með það. Já, þú veist, eru búin að sjá Spána. Það er ekki ský á himni. Ég ætla ekki að jinxa þetta. Þarna er okkar besti maður uppi að bara svona að launa okkur fyrir hver er svo besti. Hann hefur heyrt lagið, hugsað með sér, ægið þrefa skilið bara bongo blíðu þarna lagið. Það er ekki eitt skí. Og það oft kemur svona, skrólaði við viðspána, kemur svona 1 og 1 skí, ekki neitt. Yfir allan daginn. En það er líka bara svo rosalegu munur þegar þú ert að fara að gera eitthvað, hvort sem eru tónleikarnir á morgun eða eitthvað annað bara, seinna. Að liða og útskrifast og svona? Já, liða og útskrifast, tala ekki það. Hellingur að liði með garðvislur og fleira. Ef þú ert að lappa bara á einhvern event í svona veðri versus að hlaupa út úr leigubílum í einhverju rigningu og róki og svona, þetta er svo mikill munur. Það er ekki að lýsa það. Já, en við erum í alveg, sjáu hér, sko núna við erum að horfa á þetta allt gerast bara. Skjáðunir eru alveg komnir upp núna. Skjáir, það eru 5 skjáir. Tjöfullir, hérna sviði hátt upp. Þetta er að fíla þetta. Já, líka gott að hafa hátt upp í því að hérna... Það er svo margir. Það eru heldur margir. Þetta er líka smá svona reif stemning hérna í. Þú náttúrulega hefur þekkir DJ-giggin vel. Hérna það er engin stúka hérna, það er bara við erum öll á gólfinu. Nei, þetta er svona elska ég þetta. Ég er ekki að sitja upp ykkur stúku. Nei. Það er líka sko, það sem er svo gaman við þetta, þegar við Ég verð komin á gólfið með liðinu þegar við erum búinir. Það er bara þannig. Við fáum að, við klárum okkar, svo bara er Axmo og Timmy Trumpet, þá erum við bara í alvöru gíri. Ég er peppar að sjá Axmo og Timmy. Þú ert bara að tala um Timmy Trumpet við okkur í 5 ár. Já, sko við náum alltaf 3,5 tíma bara old fashion mökki fyrir þegar við erum fannir að sviðin. Það verður bara þannig í alvöru gig. Það ég og doktor klárum, þið verður að bíða aðeins eftir blöðsetti því ég gæti ræst ykkur mögulega inn. Þú hefur alltaf sagt þetta. Í setti og meira dag. En lærðu að þessu. Þú hefur sagt þetta svo oft við okkur eins og síðast voru á þjóðatíð þá varst að kalli okkur og við vorum í brekkunni í reggala að horfa á við bara byrju erum að kalli okkur. Sko við erum bara á tánum. Ég gæti ræst ykkur. Við erum bara á tánum. Það er miklu betur að segja bara. Ég var að gleyma því. Ég var steindi lágum við brekku. Blöð, djún, hvað er þetta? Og við vorum báður til blekar, komum ykkur skrútraði blöndu. Allt í henni heyri ég bara eitthvað
Jón og Blö, hvað eru þið? Við eitthvað lengst út í brekkur að kalla Ekki séns fyrir okkur að koma upp á sig við En sko, Það leystist. það er líka sniðugt að þú sendir á okkur í kvöld bara, herri, ég ætla að fá okkur inn í þessu 2 lög eða 3 lög Satt stemninga, það var þetta Já, svona bara einhvern veginn opið Já, höfum þannig. og svo bara erum við í gír Sammála, það er Já, miklu það er skemmtilega. stýttir að fara hérna, það er nokkuð Já, höfum þetta bara Það síðan sem allir á við tánum. gerast líka, bara höldum áfæst að ræða giggi og förum í annað félagarnir að þú lappar yfir í gömlu höllina hérna út á mitt gólf, út á parkett sem Já. enda sem að Aron Pálmarsson og þeirri eru að klína með vinkilinn En það er bar Hann er hætta Já, við þurfum Aron Pálmarsson við þurfum bara- að fá hann í spjall En og sko, velta stein það er samt ekki- ekki 34 ára In his sexual prime En það er samt sko, drengir, það er ekki bara bar það Það er líka bar hérna, það er bar út um allt þetta Hvenær er maður in your sexual prime? Nei, nú spurði að Já, gera ég- þetta Ég myndi Ég segja milli 40 og 55 40, nei Jú, In your sexual prime Já. Herðu, spurðu gerðugrindin Egil Já, Þetta er bara eitthvað sem ég- við langar að vita Hvenær ertu, ok? Hvenær er maður in your sexual prime? Það tók bara blöð Það er potið ekki sama hjá kallmennum og Ég- konum Eins og við tökum blöðana bara þig sem dæmi Þú veist, ég get alveg tekið einhvern annan Ég tek bara þig sem Já, ég setju liðna Já, það bara, þú ert nú búin að vera bara Nú ert þú búin að vera að þróa þinn stíl hérna Þarna inni Þróa minn stíl? Nei, ég er að segja að þú ert bara búin að mastera þinn leik á þessum árum Og nú ert þú orðin bara Ég hef mína kost og galla Ég er að segja nú bara Sko, líkamleg kynnkvötin oft sagði hún á hámarki á aldrinum 18-25 Já, frábært Það er náttúrulega bara bull En svo kemur hún veltur á steinum Svo segir hún að 18-25, segir- það er sexual Svo segir prime. hún að setna til dæmis, smá hrós og Stonefucker sem segir hún til dæmis á 40 og 50 aldri þá vita menn betur hvað er vilja eru örugari, hafa meiri stjórn á líkamannum og samskiptum segir gerðugendin, þannig að það er þess að ég steindir tala Já, ég var að tala Ok. veist meira hvað þú vilt og svona, getur Já, ég held að það eigi samt meira kvennfólk Hörru, þess að konur, Við viljum alltaf hvað við viljum alltaf hvað við ég viljum var að lesa kallmenn, það er alltaf þenni skýrslu um konur hennar, sko. Oft er talað um að konur fari í sitt, gæsalapir sexual prime, seint á 30-aldri og fram yfir 40 vegna samspils hormóna, Það er bara breytingaskeiði sjálfsöryggis og reynslu. Jó, það er verið Þannig að þú, Steindi, þú varst til með þetta upp á 10, ég ætla ekki Já, að já. gaggrina þig, sko. Ég held að þú sért að tala um breytingaskeiði hjá kvennfólki sem Það er kemur ekki- náttúrulega bara yfir Það er ekki langt- breytingaskeiðinu seint á 30-aldri. Jú, ég held það Ég held að sé bara Breytingaskeið? Ég er ekki ekki hætt að tala núna. Ég veit það ekki Veistu að það er svo marga konur að hlusta núna Já, sem bara ég- er eitthvað að honum Þess vegna er ég að segja Ég held að það geti alveg byrjað seint á 30-aldri og alveg þess vegna líka Og heldur nær að það 50-aldri tengir sexual prime Já, ég eiginlega var að lesa það upp Já, hann var að tala um að það væri sexual prime Ég held að, ég veit ekkert um þetta Og Hvernig fóru að tala um Ég ætla ekki það, að skjóta mig í fótinn þetta Nei, Ég ætla að fara bara ég yfir held að ég sé þáttinn. búin að skjóta mér í báða lappinda núna Ekki fyrsta sig Við erum með vel þéttan þátt hérna úr höllinni Sko, þekkið ekki er á sínum stað Komist ekki í það síðasta því að það var svo þéttu þáttu síðasta föstudag Við erum með spurningkeppni Gilstarans, hvað er að gerast þar? Það er King of Handling Pressure. Þegar nú er alveg pressa okkur félagunum að bara sólarhingur í gig og allt í geðveiki skilur, það er árið, það er bara mikið að gera okkur öllum. Hver höndlar pressu betur? Og maður Steindið öflu. Sko, maður er að fá SMS og skilabóð úr ólíklustu áttum hérna byggðið með það sem Já, að ég það held er fólk bara- sem að ég hefði aldrei haldið að myndi vilja hérna mæta á svona gig Það er skemmtilegt Já, Það er ég fíla. escalating. King of Pressure Birnir heitasti tónlistamæður Íslands Wow. í dag kemur í spjall hérna á eftir Við erum með Brandarhótt Pappan Steinda Já. listamæðurinn Já. Steinþór Steinþórsson Já Hann ákvaða að gefa af sér og senda okkur 5 Ég sko, málið er að ég er náttúrulega búin að vera í miklu samskiptu við hann eins og alltaf, þetta er náttúrulega bara pappi, en sérstaklega miklu samskiptu við hann út af þessu hotni. og hann er búin að neita 4 vikur í röð Já, sko, hann sagði mér að fokka mér um daginn. Hann sagði bara, herru, látt ekki eins og kjáni, ég er ekki að fara að vera með einhverja brandari í ykkur útæfi, hann er náttúrulega orðin listamæður og málið er að fara allir í gegnum þetta ferli. Já. Það var að fara allir í gegnum þetta ferli og Ég gleymi aldrei þegar Sverri Bergmann var í Daysleeper og neitaði að syngja án þín já, Það var erfitt fyrir blöð og það fara allir í gegnum Já, þetta já. ferli og svo En hann náttúrulega fyrir svolítið snemmi það Já, en svo fara menn oft líka snemma út úr þessu ferli Þannig að hann er byrjaðar aftur Hann er byrjaðar aftur núna og ætlar að vera með okkur sko hann sagði bara don't call her a comeback Don't call her a comeback Þannig að Brandarhótt Pappan Steinda Það verður geðveikt. er Já. á sínum stað Og svo var eitt sem að Steindi Hann ekki bara lofa, hann sagði ég sverða Já. Íslensk slúður Já, nú þarf ég að fara að gramsa eins í inboxinu það er náttúrulega ekki búið að vera rólegt að gera hjá okkur í dag en ég veit að það liggur í inboxinu hellingur þannig að
Það við ekki bara að fara að fletta yfir það Þannig að íslensk húður verður á sínu stað? Já, ég myndi segja kannski ég þarf að fá að skoða náttúrulega inboxið, ekki segja 5:30. Já, en er þið ekki sko, ok, það er, ég veit að hérna er fullt af fólki að hlusta sem er ekki að fara að mæta á morgun og þátturum myndi að auðvitað mér hann svolítið litar af höllinni, öll tónlist og annað, en er þetta samt ekki bara rísa helgi, sko, það er útborgunardagur í dag, það er geggja veður, spáð geggju veðri alla helgina, sjómannahelgin, sjómenn maður. Ég meina, fólk er búið, sko, allir skólar, game over, útskriftir búnar, þú veist, það er álföru kyrstu. Þetta er einn stærsta helgi ásins. Við erum sjómenn í rauninni, þannig sé, með hái og tvöföldu vaffi. Já, showbiz. Já, þetta er hérna, við tökum túra, ég meina, Egill hefur oft talað túrin sem hann fór á og ég meina, hann hefur líst því bara eins og að vera sjó. Já, maður stikið þannig að gigga yfir sig. Nei, 3 mánuður, já. Já, þið fóru hérna, það tala um páskatúrin eða tala um Message Club? Ég er að tala um Message Club, bara sín tíma, maður stið þau bara... Svo er ég að glíma því, drengir. Vitið, veist að Egill, núna öllu ganni sleftu. Veistu hvað ég er peppaður að sjá comeback hjá Message Club á morgun? Hann er búin að strípa sig. Hann er búin að strípa sig. Strípanur eru mættar, ný kliftur. Ég fór í hettun í morgun og hitan og... Fékkst hettu? Og nuttir. Var hetta? Það var hetta? Já, þig bæði sko, ég fekk svo mörg skilabóð. Senda á mig, segja strákurinn, þeir eru idiots. Allar bestu stofur landsins setja hettu í strípu. Já, það var ekki... Þeir fengur smá sokk þar. Ég er náttúrulega sköllótið, það var hérna Sigrún og Steinda sem sagði þetta. Nei, ég held að ég, sko málið það, í minningunni þá bara, nei það var ekki hún. Ég held að það hafi bara verið ég, sko, því í minningunni var þetta bara, þetta er svo old school fyrir mér. Ég man bara eftir mamma með hettun á sinni. Mamma þinn að strípa? Já, nei, þau voru, sko, málið er að í gamla þetta var strípa bara inn í eldhúsi. Það var engin stofa, það var ekkert verið að eyða peningi þá og bröðla. Það var bara inn í eldhúsi, það var bara ein Winston rauð og hérna verið að mökk inni og hettan í gangi og engar hurðir bara. Nei, þetta var bara alvöru. Ég er bara sakna þess að vera að blond. Já, ferðu þér. Ég er bara, ég er ánægð með þetta. Já, flottum. Og er öll hljómsveitin, Message Club hljómsveitin, er hún klár í annað kvöld? Það var aftur, sko, undirbúningu, sko, ég ætla að útskipta þess. Undirbúningu fyrir þetta gig. Bara allt sem tengist í að, svo við erum búin að vera hérna að halda þetta gigfélagarnir. Með honum Björgunni í Nordic Live Events. Í húnnes 80% af mínu tíma þau fara að díla með Message Club og meðlið með hennar. Ekki aðstæða fundinu? Það er stress. Já, þú veist, þau eru bara að velta steinum með ímislegt tengt giginu og ég fæ svona bílun í þetta, ekki 800 skilabóta kannski. Þú varst búin að segja mér þetta á hvaða lægi opnar Message Club á morgun? Þú var að gefa það út? Já. Við ætlum að opna Ho-Ho. Ho-Ho, það verður. Við ætlum að byrja það stert. Ho-ho-ho, we say hey. Og Barði náttúrulega er MEP í þessu atriði, hann er búin að, þau eru frekar soft lögin og hlustar á þetta á Spotify, þannig að hann tóku öll í gegn, það er búin að bassa þetta allt vel upp, steraði vel upp. Ok, er þetta Message Club 4K? Já, þetta er allt í allt öðru gæðum, með fólk hefur heyrt, og hérna, og hann smíðaði intro líka, það er búin að gera Message-gigið alveg upp á næsta level. Klukkan hvað nákvæmlega fyrir Message Club upp á sig? Sko, við erum... Fyrir og eftir klasið ekki? Er þetta ekki Klas og svo Message Club? Og Jesus, þetta er alltaf bara, þetta er sko, Klas er 19:20, Message Club er 20:00, svo er F9 blöð 20:25. Þetta er músið. Þetta verður, og sko, svo er netan á undan Klas. Já, og Birnir á undan Hnetum, þetta eru 2 vinsælustu tónlistarmenn landsins, Birnir og Hnetum. Já, og svo kemur Johanna og hérna er með nýtt lag sem á að mæta upp á sviðið. Já, ég ætla að koma inn á það líka, því að sögum við bara býtu hvað, Jóhanna Guðrún bara í 4 mínútur. Nei, það er sem sagt smá breykat á milli og Jóhanna Guðrún er að fara að frumflytja nýtt lag. Þegar að vera bara allt í rugli, svo er hún að sjálfsögðu með okkur í F9 blöð sjóinu og með DJ Muscleboy. Vildu bara gefa henni hérna og hún er með nýtt lag og hérna þá er hún bara með sitt moment þar sem hún tekur þetta frábæra lag, svo kemur hann aftur inn með okkur og mér og þetta, þannig að bara... Þannig að þetta er allt upp á 10 og já, þessi þáttur, við erum í gýr, við sitjum þetta með good light. Mér langar svo að segja nákvæmlega tölur á miðum, það kannski í kvöld frekar. Nei, sko, við þurfum ekki endilega, það sem getur sagt fólki er, þetta verður stærsta gig ársins á Íslandi fyrir utan þjóðatíð. Drífa sig að tryggja sig mig, það er bara, mér langar að segja það. Já, og það verður geðveikt. Inn á tix.is, en já sko, talandi um DJ Muscleboy, hann kom með nýtt lag á miðnætti og ég vil meina, já, þetta er besta lag. Ég fekk aðstoð frá ekkert svo slökum söngurum, Manswes og Johanna, þau kunna syngja, þessi tvö.
Og Klaas var að hjálpa með þetta líka ekki? Og Klaas, eitt besti bara producent í heimi í dag. Og Geiri, okkar besti maður. Þetta heimi er geðsjúr. Þetta lag heitir Unstoppable og við ætlum að byrja þáttin á nýjasta lagi DJ Muscleboy. FM 957 FM 95 blöð í beinni útsendingu frá Laugardalshöll og þetta er nýjasta lag DJ Muscleboy og eins og ég sagði hérna áður fórum í það, þetta er að mínum mati besta lag sem að DJ Muscleboy hefur gefið út. Thank you, Blondell. Það verður tekið hér annað kvöld, drengir, ég get til að lofa því. Gaman að fá Svess og Johanna hlið upp á sviði, syngja í techno bara. Og líka í þessum græjum, þetta hljóðkjör hérna alltaf er geðsjúk, hljóðex eru, goddamn professionals. Ég spurði hvort ég mætti segja í beinni útsendingu á hans að vera horsing around. Þetta er stærsta hljóðkerfi sem hefur verið í þessar höll. Já. Þannig að það verður alvöru læti hérna á morgun. Fólk mun heyra það. Já. Það var krafa frá Timmy, þannig að ég er bara lánað með þessar kröfu. Þá fáum við að nota kerfið. Við höfnumst á því. Allt í næstu bara að heyra jam í kvöld í rosalugum græðum. Það er alltaf búið að taka allt sjóið okkur og Ásgeir Orri er búin að stera allt upp, þannig að fólki líka fara að heyra öllu í nýjum búning. Sko, hver er svo besti hérna í nýju... ok. Þetta bara, við sjáum þetta á morgun. Fólk verður bara að sjá. Við erum að hætta að ræða þetta, drengi, við erum að fara í slúður. Og ég er með alvöru pakkandi ykkur í dag. Það er bara, þetta er einhvern veginn the perfect storm þessi helgi. Ég ætla að byrja á Justin Bieber og ég eiginlega byrja á Hailey Bieber. Sem er eiginkona Justin Bieber. Sko, hún hefur fengið alvöru skít í gegnum tíðina. Margir á netinu hefur að tala að Selena Gomez sé ástina í lífinu og þetta hafi verið bara fixed marriage og Justin Bieber sé ekkert ástafangin af henni. Bara, hún er búin að fá alvöru drullu. Það má alltaf ekki gleyma því að fólk getur líka verið heldur crazy. Ég er bara að ruggla. Herru, hún stopnaði fyrir 4 mánuðum síðan fyrirtæki sem heitir Rode sem byrjaði bara sem svona svona varasalvi og eitthvað. Já, gloss og fleira. Nema það var verið að kaupa það fyrirtæki núna á $1 billion. Hún var að selja fyrirtæki sitt á $1 miljard. Það er alveg uppæð. Og er orðin ríkari en Justin Bieber. En nema það að $1 billion hann loksins, kannski ekki loksins, sorry, að nú er Bieber örugglega mjög ánægður þessu gift því að ég held að hann hafi nú verið svona töluvert ríkari þegar þau byrja saman, ekki það að það skipti einhverju máli í hjónabandi. Hver er það staðan á okkar besta Bieber? Hann er ekki að gefa mikið út núna, hann er ekki heyslu. Hann er ekkert að vinna, hann er ekki að túra, hann er ekki að gefa út, það er bara vesen á okkar besta mann. Hann lendir, hann selur allan katalógin. Hann selur það á $200 million, hún var að selja fyrirtæki sitt á $1 billion. En svo er hann að lenda í, skilst mér ef það er eitthvað marka þessar fréttir, þá er hann að lenda í að hann er að skulda svolítið út á túrnum sem hann í rauninni hætti við og fór ekkert að mæti og það var búið að fjármagna mæntalega og svona. Þú getur ímyndaði núna bara þetta hérna, nú ætlum ég að segja bara litla gig þegar þú ert að tala Justin Bieber status, ef við myndum allt í að segja á morgun, herru, við nennum þess ekki, við getum ekki, ég er ekki í skapið fyrir þetta. Það er alveg vesen og hvað þá, þetta væri 20 kanselar túr. En sko, svo er þetta líka þannig að ég sýnist hann vera að lendi í þessum Tyson lendi á sínum tíma út bara með fullt af fólki kringu á launum og það eru alls konar, það er allir að einhvern veginn að grafi í veskið. Ég var að horfa á heimildamönd Dennis Rodman í gær 30 for 30 og það er bara með því sorglegra sem ég séð. Það voru bara allir í kringum hann að svona notan þegar hann í Chicago Bulls bara á payróli fyrir að vera vinir hans. En þú hefur séð þegar þessar stjörnur slá í gegnstundum að foreldrarnir mættir á TikTok og það verða allir sko hálf klikkaðir í kringum þetta fólk. Allar þessar barnastjörnum, foreldrar eru að skilja og eru að rífast peningin og getur tekið Macaulay Culkin og getur tekið, þetta er bara allar. Það er bara mammaðinn og pappir fann að rífast peningina. Ég myndi að segja að Bieberinn væri bara drullu heill eftir sinn feril. Já, við vonum það allavega, en þetta var svona, ég er ánægð með Hailey Bieberinn. Þetta var ágætis sokkur í her haters að hún er búin að selja fyrirtæki sitt á $1 billion. Kassi í snirtivörum. Já, heldur, við að fara að byrja í því eitthvað. Já, ég meina 1B, veist ég. Já, ég held að við náum því kannski ekki alveg. Nei. En svo verður líka rakakrem. En við verðum líka að gefa Bieber það að ég held að það hefur alveg hjálpað Hailey Baldwin að vera Hailey Bieber þegar það kemur að Rode og öllu þessum. Þannig að þau eru svona hæsti hendur. Já, ég ætla ekki að segja saman í þessu, hún er búin að byggja þetta sjálf, en það er ekkert verra að eiginmaðurinn sé Justin Bieber. Nei, ég ætla að gíska á að þau spjara sig. Já, þetta, nú er það sett sko, en eina sem er sleðilegt að því að ég fer á svo marga slúðusíður, núna finnst fólki eins og Justin Bieber sé að posta meira af henni og þeim saman og eitthvað. Menn vilja meina að fólk vil meina að sé svona einhver smá svona maðgur í missunni hérna, hans er orðin aðeins ástfangnari núna og, en bara
fólk rugla. Herru, svo ég með alvöru slúður sem tengt. Þetta eitthvað sem við erum búin að ræða lengi, drengir, og það Beckham fjölskyldan. Já. Það búið að vera vesen þar. Segðu mér að sé nú allt voru bara eðlilegt þar. Nei, Brooklyn mætti ekki í 50 afmæli á pappa sínum. Já, hann búin að flúra augun af ömmunni á sín. Já, hann með ömmu konu sinnar á hnakkanum sem heitir Nicole Peltz. Já. En núna saga á sveimi sem að víst ástæðan fyrir þessu öllu saman. Og þá þetta þannig að þegar Brooklyn og Nicola Peltz að gifta sig, þá vill fólk meina að Victoria Beckham hafi eyðilagt brúðkaupið fyrir Nicole. Nei, Nicole, ég veit ekki hvernig ég var að beygja þetta. Þá sem sagt tónlistarmaður Mark Anthony sem þinn maður. Það tala Reino og me, Mark Anthony. Já. Hann stígur á svið. Það alveg sæning. Fekkuðu Mark Anthony í brúðkaupið. Já, þetta Beckham maður. Ímyndaði að giftaði og hver að gigga hérna. Ég veit ekki, Mark Anthony endur á leiðinu áttir sko. En Mark Anthony mikill vinur David Beckham og Victoria Beckham. Og þetta í brúðkaupið. Þú tekið Reino og me hann, ekki? Ég veit það ekki. Alltaf hana. Þau að gifta sig í Palm Springs 2022 og þegar komið að því að syngja fyrir fyrsta dans brúðhjónanna. En áður en hann byrjaði að syngja bað hann Brooklyn að koma upp á svið ásamt fallegustu konunni í salnum og þá Nicola Peltz að fara að labba með Brooklyn en svo segir hann Victoria Beckham. Veitu, datta eins og ég veit að þú ótta til. Þetta það brúðkaupið gangi. Mark Anthony upp á sviði og áður en fyrir upp í fyrsta dansinn segir hann að syngja bara. Hann átti að syngja yfir fyrsta dansinum. Og segir, áður fyrir mig fyrsta dansinn þá ætla ég að fá Brooklyn Beckham upp á svið. Af hverju hann ekki að gifta sig? Hann var að gifta sig. Þetta 2022. Ég ekki að tala 50 saman með David Beckham. Ertu friðið? Nei, ég bara í tómu ruglið. Þetta í brúðkaupið Brooklyn Beckham og Nicolu. Ég ekki séð að reykja mjög langan tíma. Nei, ég bara held að verðum að tala um langan tíma. Já, það þá síkir. Það fastreikt alltaf. Ég spyrir hvort það frið. Ég held að verðum að tala um ammaliðin daginn. Svo alltaf varst að tala um einhvern fyrsta dans. Ef þú myndir hlusta En til að verja steinda, þetta flókið atrið með Beckham. Já, en sko sérstaklega þegar ég að horfa á líka uppsetningunum á sviðinu. Ok, hlustaði núna. 2022 Brooklyn Beckham og Nicola Peltz að gifta sig. Það gaurinn sem með tattu á ömmunni. Já, þau að gifta sig. Hann klikkaður það ekki. Jó, Mark Anthony fengið. Hann klikkaður? Nei, var það ekki, hann orðin mögulega. Ok, Mark Anthony komin í brúðkaupið til að syngja. Tók Reino og me. Ég veit það ekki. Ég kann ekki marglum á hann. Reino og me. Og nema það, hann segir áður fyrir mig fyrsta dansinn ætlaði að fá Brooklyn Beckham upp á svið og fallegustu konunni í salnum. Og þá hélt náttúrulega Nicola Peltz sem að fara að giftast Brooklyn Beckham, hann var að tala um sig og svona fann að labba í átt á sviðinu. Var hann ekki að því? Nei, hann segir Victoria Beckham sem mamma Brooklyn. Hann kallar hana fallegustu konuna í salnum. Þannig að Brooklyn Beckham fer upp á svið og mamman svo þau dansa eitthvað áður þau farið fyrsta dansinn og þetta var til þess að Nicola Peltz fór hágrátandi og þetta eyðilaði brúðkaupið. Eyðilaði brúðkaupið? En okkur veist þetta ekki Nicola Peltz bara sík og hann Já, ef ég hefði miskilið þetta hún vildi meina að ef þú ert í hennar brúðkaup hún var fallegasta konan í salnum það kvöld. Já, nú ætla ég bara aðeins að Það er svolítið eins og í Súlandur þegar að maður satt þarna í og kalla nafn, það hlusta ekki svo á hann, lappaði þessu bara niður Ég er búin að rakka Brooklyn Beckham og konun hans niður í slúðrunni þegar kemur að þessu Ég verð aðeins að taka upp hanskan fyrir það Nei, ekki ég Jú, smá Þetta verður tenn stemning Ef það væri brúðkaup í gangi og þetta væri nákvæmlega að gerast bara í mínu brúðkaupi og þú væri að kalla upp, skilur, fattar þú? Þegar við speklum þetta bara íslenska mæli Fallegasta konan í salnum Já, ég myndi kalla mömmu þína Nei, ég myndi kalla á mömmu Sigrún Já, Tengdó Og Sigrún færi upp Það myndi bara springa úr hlátri og þetta er ekki neitt Nei, það fær enginn að gráta, sko Það myndi ekki hlaupingur Þess vegna ég að segja bara, sko, málega það allir, sko, taugarnar eru svo svakalega þandnar í þessu stemningu Hérna stendur að gestirnir voru agndofa Það var svo ótrúlega stund að gestirnir voru stjarfir og Líklegt að Gilserinn hefði verið hérna bara Ég er agndofa hérna Nicola sögðu að það var að gráta Hann hefði fengið sér 56 ingredients Og yfirgaf salin Já, þú veist, þetta Og hérna stendur, Nicole fannst hérna eins og Victoria að gert þetta viljandi Nei, þetta er bara skemmtilegt Þetta er bara saga og stemning og En það er víst ástæðan fyrir þessu bífi sem er búin að vera Fólk hélt þetta væri að því að bróður hans byrjaði með einhverju stelpu sem hann deytaði En þetta er víst Þetta er ástæðan fyrir the beef Getum ekki fjallað þetta meira, sko
Þetta er bara, þetta var síðasti naglinn held ég blöð. Þannig að ykkur finnst rangt að mér að taka aðeins upp hanskan. Ég held að það sé, sko er að gera þannig krakkar og forríku fólki verða keksspilaður. Það er vandað. Beckham er mjög eðlilegt celebrity, hann er að fáum svo getur hitt bara okkur bar og fengið bjór með honum bara eðlileg. Mér fannst reynda þegar Steindi yfirfærið þetta á Ísland að þú myndir kalla mömmu fólk færi bara að hlæja sko. Já, auðvitað. Þessi krakkar náttúrulega, þú veist, þeir eru höndla ekki að vera grislingar, Beckham og þetta eskjulit sig algjör kjafta. Já, herru, svo er að síðasta slúðri og þetta er alveg stórfurulegt. Sydney Sweeney, superstjarna, hún er að fara að setja sko baðsápu á markað sem er framleitt úr baðvatni hennar. Hún segir að sápan komi vegna að því að það er allir aðdæðandunar að byrja síni af baðvatni hennar. Fólk vil fá vatni sem hún baða sig. Ég veit ég margir graðfólar sem hjóla í þessa sápu sko. Ég skil ekki. Fer hún þá bara ofan í einhvern sundlaug jafnvel og svo er allt vatni tekið og gert að setja ykkur að sápu. Veistu hvað margir hristarar til í heiminum og bara hvað margir hristarar og tekur alla sem búa á jörðinni. Ef þú ert að kaupa þessa sápu, ég veit ekki hvað Já, ég meina, þetta er risa mengi bara graðfólar, sko. Það er 8 miljardar mann á jörðinni. Hvað sem margir því eru graði gæjar? Já, það sé nú ekki, kannski markkópurinn hennar. Hver kaupir sápu sem hún baða þessu upp úr? Þetta er Dr. Squatch, heitir sápustekkin. Já, en er fólk... Svona Steindi, ef þú varst eitthvað að hugsa þetta. Er fólk alveg grimt í baði, eða? Farið þið mikið í baði, eða? Ég finnst þetta með bað. Þú ert þetta með heitan pott, ég er bara með old fashion bað. Já, ég meina, þú veist, ég farið í bað. Þessi lappirnar eru einhvern veginn á veggunum og hausinn hangandi fram úr. Það er baðið síðan. Ég er ekki einhverjum luxuspott. Ég bóði einhver 20 manns í hann og ofna með champagne og ég er bara í old fashion bað. Ég sopnaði í svona baðkari bara fyrir maður stöttu. Já, en þú veist, ég lá ekki í baðinu. Ég settist upp og setti baðkari það var svo heitt. Já, baðkari alltaf upp fyrir vegg, fattaru. Þannig að ég sest í rauninni ímyndar og liggur í baði. Þú sest upp og svo snýrðu þér þannig með baki í vegginn. Þannig sopnar þú. Og þá setur þú lappirnar náttúrulega svona alveg saman og þetta er ógeðslega þröngt náttúrulega. Ég ætlaði bara að vera hann í 5 mínútur eða. Og sopnar. Já, svaf hann í marga klukktíma. Vaknaði alveg handóndur. Sko, þegar ég fyrir í bað, ef ég gerir bað sjálfur, þá er þetta bara inn og út eitthvað að verður aldrei það. Ef að Rakel hendur í bað fyrir mig, sem gerir stundum. Er það svona baðsápur? Það er bara öðru level. Já, þá eru komin eitthvað sölt í þetta og eitthvað. Þá er ég alveg til að hanga. Hún getur keypt þetta handa þér. Nei, ég held að síðasta sem að Rakel myndi gera var að kaupa baðsápu af Sydney Sweeney. En hún er líklega að fara að móka þessu út. Já, hún er að fara að móka þessu út. Þetta var slúðurpakki dagsins. Við skuldum auglýsingar og það fyrir löngu síðan. Svo förum við hér í Þekki eða ekki. FM 957. Það er nokkuð líklegt að þetta lag verði tekið á morgun á fermingarveislu FM 95 blöð. Það er, nákvæmlega, ekki alveg nákvæmlega. Það er cirka sólarhringur í fyrsta atriði á sviði. Já, það byrja snemma. Byrja 5, húsið opna 4, en það verður stemming fyrir utan því að það er svo gott viður. Þannig að þú getur þessna verið mættur hérna fyrr og gýrin verður svona komin í höllinni 4 á morgun. Og fyrsta atriði á svið fer klukkan 5. Sem er eftir, eins og ég sagði, bara sólarhring. En ég meina húsið lokar aldrei, fólk getur mætt þegar það vill. Já, nokkur að spyrja því að því að komur ykkur veislum, þetta er ekki menntaskólaball, þannig að húsið er bara opið, þú getur farið út og fengið ferskt loft þegar þú vilt. Já, það vart alveg bundin í ykkur veislu og kemst ekki fyrir einhver seint. Það er hart að loka húsinu allir. Já, en ég ætla að mæla með því að fólk komið, þú veist, fólk má ekki missa af Birni og Netun og okkur og öllum uppið, þú veist. En drengi, það er komið að þekki eða ekki. Og nú er náttúrulega engin prentari, hvorega vill, Guðjón, okkar besti maður sem er upp í stúdíu, ertu með tilbúið hérna Jesus Sko, hann er svona 10 betur að ég og tökkunum, hann er búin að vera þarna, hvað ertu búin að vinna þarna lengi, Guðjón? 2 ár, kannt að klippa allt og svona. Það er engin betur á tökkunum en ég, engin. 14 ár, ég kann ekki enn að klippa síma. Þú nennir ekkert að læra þetta. Nei, það er bara, þetta er ekki fyrir alla, en drengir, hvor ykkar allar á prentur hann fyrst eða fara hérna fram? Ég skal bara gera það. Það er ekki prentar hérna. Nei, Steindi fyrir fram undan. En fylgstu það með hérna, ég lyfti upp puttunum svo. Já, glerhurð. Steindi fyrir fram á undan. Það er fínt. Það voru bara við 2 hérna núna í Kósi. Kósi. Já, hvernig ertu? Bara frábær. Það ekki? Svo nýr. Tilbúin í þetta á morgun? Já. Myndur þú segja að Steindi til að gera svona meira úr stressinu? Já, segja það. Það var bara mikilvægt að
bara vera jákvæður Það er gott að hafa menni í kringu sig sem að svona róa menni yfir, það eru byrjað að rófhugsa. En við erum ekki að, það er ekki spurning í þessari keppni. Þetta þekkið ekki? Já, og ertu tilbúin? Já, ég klár. Þetta eru 4 spurningar eins og alltaf og fyrsta spurning, hvað hrósar konaðin þér fyrir oftast? Bara ef ég segi núna við bara hrós. Já, ef þú ættir að hugsa svona hvað kostum maður síðast eða svona oftast fólk að hrósa eitthvað mikið í svona sambandum svona, já, auðvitað, ég er frábær. Ég skal alveg vera hreinskilin, ég er ekkert að fá eitthvað samt af hrósum heima hjá mig, sko. Já, þú mókaði ringisluna, fyrst hrós á. Nei, ég fekk ekki eins og hrós, ég fekk hrós ára þig, sko. Ok, sko, þú erum að hugsa Ok, fyrsta spurninga, er hún að hrósa þig mikið? Nei. Ok, en hún hefur hrósað þig. Þess vegna þarf ég einhvern veginn að sko, ég hef sýnt ótrúlega bætingar undanfarið. Ég hef minkað að henda fötum á gólfið. Ok, og hefur hún hrósað þig fyrir það? Já, það er minna það. Já. Og ég kannski ekki fengið svona alveg beint hrós, en ég fengið svona semi-hrós. Þetta er skárur einhvern veginn en það var. Já. Sem er einhvern veginn Ég fengið svona semi-hrós líka. Já, þú veist, það er ekki eitthvað svona, ekki svona, eins og ég sé eitthvað smákarakki, bara bákatu úr döglegur og henda ekki fötunum á gólfið, you idiot sandwich. Þetta er ekki þannig, bara, þú veist, og svo líka, ég hef aldrei skilið eftir flotsaur í salerni. Aldrei. Nei, það hef ekki gert heldur, ég held að það sé bara enginn að hlusta sem hefur gert það. Og hvað hefur fengið hrósur? Nei, veistu hvað, ég lendi oft í því, í sporthúsinu. Þetta er bara mest auglýsing fyrir sporthúsinu sem hægt að Nei, það er bara salernan uppi. Sem allir geta, þú getur labbað inn á götun og fara át á salerni. Og líka þetta er kýr og sjúkaþjálfurinn og allt, nota allir þetta salerni. Það er helvítu oft flotsaur. Ok, en ég þarf spurningu, hvað hrósar þú oftast fyrir? Þetta lítur á vandamáli á fólki. Já, en hvað farið oftast hrós fyrir? Hún hefur satt ekki minnst á flotsaurin, sko. Auðvitað ekki. Hrósan er aldrei? Minni föt og gólfið. Minni föt og gólfið. Eitt málega sem er pirrandi, hann mun giska á þetta. Hann steindur. Jú, 100%. Þetta er alveg góður í svo leik, sko. Í svo leik? Herru, hvað næsta? Hvað er kvenlegast við þig? Já, ef við tökum svona hvað er feminin við mig? Ég elska strípur, ég var í strípmann, ég fór í hettuna og var plokkaður og það er eitt gellur í því, sko. Finnst það feminin? Já, 90% af strípum á húslóðum eru gellur, sko. Ok. Og svo líka, ég get nefnt, ég þekki flest allar vörutegundur í IKEA, ég labbi í gegn, ég get sagt við hvað þetta heitir, þessi billi hilla eða hvað, ég myndi segja að það væri frekar feminin líka, sko. Það er ekki margir kallmenn sem þekki vöru heiti þar, sko. Ok, þekki allar vörur í IKEA. Já. Það er gangi vel að giska á það. Það er aldrei að fara að giska á það. Þekki allar vörur í IKEA. Okay. Finnst það gaman að IKEA? Nei, það er bara eða sem ég geri. Mér fannst það viðbjóðum. Núna finnst mér alltaf lagi. Hvað að gera eitthvað? Lappa þarna með kerru og... Nei, væntanlega að kaupa eitthvað. Ja, hvað er að kaupa? Það er þetta góð spil. Ég þóli ekki næsta. Herðu, það er næsta. Í hvað eyður mesta óþarfa pening? Sko, þetta er drullu góð spurning. Út af maður eyður svolítið mikið í mat, þú veist... Það er ekki óþarfi. Nei, þess að segja. Og þú veist, ég volta, það er engin íslíkur sem voltar meir en ég. Og þá fara maður að hugsa, þú veist, þú myndir ekki eða mikið, þú myndir bara ekki volta, skilurðu. Þú myndir bara fara til búð og vestla. En samt er ég sammála þínu innskotið þarna, það út ekki að eyða ykkur vittlust, bara pantaði kjúkling og hann er bara komin heim til þín. Ég held að sé, sko, ég er áskrifandi af líklega svona ása íkja af svona 1000 subscriptions og uppum á símanum mínum. Það pingar allan sólarhring, krakkinn er alltaf að skrá sig, hún er inn á sama Apple-ID og ég og hverjum degi er hún að kaupa eitthvað Robux í Roblox og eitthvað upp og þú veist, þetta er bara, ég þori ekki að taka þetta saman hvað þetta er mikið, sko. En ég veit þetta er mikið, en ég er að fresta þessu vandamáli. Það er upp í símanum sem mest óþarfa pening. Já, veist, ég er reglulega gestur hjá applakort.is að fylla á svo að koma ekki synjun, sko. Þetta fær rauk fyrir því að þetta er óþarfi, margt af þessu. Já, þá er það síðast að hefur snert tippi á þennu kallmanni? Jesús, það er nú skrýtna spurningar á blöðu í dag. Nei, þetta er eina svona. Jú, það er gest. Það er bara já þá. Það er ekki raukstið það eitthvað? Nei, okay. Kannski. Ég er ekki að meina að ég handtrist engan, sko. Ég bara meina að ég höfum það á hreinu. Bara... Við kannski fyrir mjög þetta. Skiptum við steinda. Já. Steindi mættur hérna öðruglega að spyrja eitthvað út í gigi. Ég held að það séu allir hérna í höllinu sem er að forða Steinda. Það er með svo mikið af spurningum. Var það viðbjöður? Nei, ein bara. Ég spurði eilkvöndu aðeins, ríkalegt. Nei, það er ein sem er svona
kannski, veist spes. Já. Herru, ertu tilbúin? Já. Fyrsta spurning, hvað rósa konaðin er mest fyrir? Á fyrsta spurning, bara við förum aðeins betur í þetta, færðu mikið að rósum heimaður? Nei, Er konaðin að rósa þér? ekki þannig sko. Nei. Það er svona Heldur að Nei. sé þannig í, veist, af því að við Egill vorum að ræða þetta og það er ekki mikið í okkur, heldur að sé í öðrum sambundum eða er bara fólk svona, eru pör lítið að rósa hvort öðru? kannski Samt, ég er alltaf að rósa hérna Rakel hvað hann er sturlaði kokkur og ég rósa miklu meir en hún. Já, en ég meina kannski er það líka því að hún er kannski duglegri en þú sko. Vissulega. Og svona sama hér sko, en ég nei, ég En ef þú ert að segja eitthvað, ég held að hún sé hvar færðu hrós? þreytt á mér bara sko. Ég held að sé bara að ég sé duglegur. Duglegur. Ok, Það er svona- ekki á heimilinu samt. Nei, ég fæ það stundu sem er að koma seint heim eða eitthvað, við erum ykkur starf að kíka og svona, það eru duglegir strákar. Já, fengið það reyndar líka, við ekki hana. Herru, þá er næsta. En það er svona lítið hrósbeint að Já, það er líka náttúrulega meðan að við erum að gigga þá eru það heima með börnin, sko. ég er að segja það, þægilega bara, það er léttara misjón fyrir okkur að fara bara einhver stað, gigga. Þá er næsta, hvað er kvenlegast við þig? Það eru augnárum mín. Augnhárin? Já, að því ég er með svo löng augnár. Ég sko, Nei. jú, ég er með svakalega, ég vil taka mig gleraugnið. Ég er með svakalega löng augnár. Og Það er þetta er reyndar, ég hef aldrei tekið. Nei, og hérna, konur öfundar mig rosalega mikið. Þegar þau sjá þetta sko, spotta þetta sko, þá fæ ég mikið bara, hérna, Okay. svona Ég öfund. reyndar, ég geður þetta, ég held að vera að fýblast. Þú ert með Já, ég er með mjög löng. Já, og ég, svona, og ég er ekkert að gera neitt með þetta sko, þannig að þetta er svona, en að því að þú veist, það er oft, skilur Hvað ættur að gera með þetta? Nei, ég er að segja að fólk er oft með gerfi augnar og svona, en ég þyrfti það svo sem ekki ef ég var að maskara mig og, þú veist, það er svona, þú veist, ég geti mála mig, skilur við. En okkur er maskarið ekki bara fyrir gigga einhvern mann og þá sést þetta betur. Jó, ég Bara meina, svona smá rock. ég get alveg gert það, ég meina, gerðu það á ég bara morgun. hef ekkert verið að pæli, gerðu það á morgun. Það er næsta, í hvað eyður mesta óþarfa pening? Bara í hobby. Hobby, já, Eða svona, það það er er- nákvæmlega já, svona. það Ég skal er- setja hobby og svo þarf ég eitthvað hans. Já, það er sem sagt, það er í að rækta minn innri nörda. Þú veist, ég bara Nördadót. nörda, já, bara, þú veist, ég stundum Sem er eins og hvað? Nei, bara stundum hefur ég heima eitthvað, stundum, þú veist, er ég að stróna, ég var að kíkja, bara bruna niður í Nexus og eitthvað. Ég lappi Já, svo niður ertu að bara panta eitthvað svona spjöld Já, á panta spjöld netinu og og, svona, já. þú veist, það er, já, panta eitthvað á netinu og eitthvað svona, það er eitthvað nördast. Ég veit þú lígur ekki hlustendum, Steindi. Já. Hvað er dýrasta box svona sem þú pantar á netinu af myndum? Ég veit töluna, en ekki ljúga. Ég sko, ertu að tala um hvaða pening ég hef eitt í eina svona sendingu af vörum eða ertu að tala um bara eitt box? Nei, eina sendingu af vörum sem þú sagði með frá. Já, ég hef alveg pantað alveg fyrir nokkur 100.000 sko. Það er svo gal. Þetta er svo fjarlæmir, einhver spjöld. Já, svo málið er það, svo ertu þú veist að kaupa eitthvað, ég er náttúrulega ekki að kaupa bara, ég er að kaupa svona ákveðin spjöld, skilur við. UFC og... Já, og svona box sem þú getur fengið mjög verðmætt hluti í. En þú er aldrei fengið neitt verðmætt. Jú, Áttu verðmætt spjald? Já, þú veist, sko, það Er nájan í núna að fólk fara að halda að hann á eitthvað verðmætt spjald Sko, til að spila? það er svolítið óskrifa blað að því við vorum að tala um til dæmis UFC stöf, sko, Já. er að því að það er einstaklingsíþrótt. Þú veist, ef þú ættir til dæmis eitthvað, hérna, ef þú ert með eitthvað lið, þú veist, fótboltaspjöld af Manchester United, þú ert eitthvað rosa Eric Cantona, skilur, sem þú veist, að því að þú heldur með klubnum, Já. en ef þetta er einstaklingsíþrótt, þá er spurning hvort að spilin séu Verðmæt eða ekki. verðmætt, sko, currently, eða hvort þú verða verðmætt setna, en maður veit það ekki alveg. Ég skilji. Herru, þá er að síðasta spurning, hefur þið snert tippið á öðrum kallmanni? Var þetta þessi skrýtna sem ég er að tala um? Þetta er eina skriðan. Snert Og ég á hann ekki, Rakel á hann, sko. Já, snert tippið öðrum kallmann. Nú bara, nei, ég held ekki. Ég er að hugsa hvort að Herru, Nei. lægið þetta átti útgöðan. Hvar eru hérna GTRN og Jón Jónsson? Já, ég held ekki. Ég Hanna? er að hugsa líka núna kannski eitthvað svona tökum, eitthvað svona steipunni eða eitthvað. Voru menn eitthvað í því þá eða voru það eitthvað steipustuðina? Nei, ekki þá nefnum að vera að gera hann eitthvað bakvið. Er þetta já eða nei? Ég held þetta sem nei. Nei. Já, ég held það. Ok. Herru, þá þurfum við að fá Egil inn. Egil!
Þá kemur hann, styttist í Birnir og sko Íslensk slúður, Brandarótt pappa eins. Ég þarf að fara að kíkja þessi innbóksi núna sko. Hvað var áttu spurningkeppnin? Brandarótt pappa náttúrulega. Já, hann er búinn að taka sko 4 vikna pásu. Já, hann sagði líka að hann væri að koma með alvöru sleggju sko. Love it. Herðu, þeir tilbúinir? Já. Ég ætla mættur hérna aftur upp á svalinnar og ég ætla að byrja á þér, Egill. Ég spurði Steinda hvað rósakona er mest fyrir hverju svaraðan? Ég er nefnilega ekkert vissum að Sigurinn sé að hrósa Steinda með mikið. Nei. Það er bara hárið rétt hjá þér. Ég held að sé örsjaldan. En ég er að velta fyrir mig hvað hún hrósa fyrir þegar það dettur inn. Sko, hann getur borðað hvað sem er. Og það því að hann finnst matur ekki góður, hann bara borðar. Það er í rauninni styrkleiki hjá honum. Það er misgóður en ég En þú nennir ekki að borða það, því finnst það tímaðisla, sagður. Ég er alltaf ekki með neina skoðun á því að við ætlum út að borða eftir það eitthvað. Ég var ekki með neina skoðun hvert sko. Nei, ég ætla með hvernig myndu það trósa yfir það. Hann er með góða stamin á hlið eins og hann er margótt komið inn á. Sjokkur þá, hvað þú komir inn á það? Þannig að sko Ég vil alvöru svar. Mér grunar ég sé ekki með þetta með þessu tveimur hana. Nei, ég bara get sagt að það er ekki þetta. Hvað? Byrju þetta hjálpa mér. Já, ég Hvað sé duglegur að borða? Nei, sko, þessi krakki hann sé getur bara borðað 5 ára allt einhvern gamall, veginn já. og ekki hvað hann er stundvís. Svart hvað er miklu vesinni með þetta var. Já, ég skil Góður þig. að mála. Góður, hei, það var hvernig, herðu, ég verði að kannski gefa stig. Duglegur var svarið. Byrju, duglegur að mála. Ég hef bara ekkert mála neitt síðan ég Ok, flutti það. ekki Mála stig. maður einu Þú vann sinni. sem málar í mörg ár. Já, en ég er ekkert alltaf að mála bara eitthvað. Ekkert Þá ég stig. var að mála. Tekið Hann talaði blöð af stíin. Nei, ég er að segja að þú málar, ef þú flyttur, þá Hálfstig kannski. þú málar, skilurðu, 9 eignina, en síðan ertu ekkert að mála aftur fyrir til 5 ára, 10 Hann var meira ára. að meina hérna, hann verði duglegur að vinna. Þá er að, Steindi, ég spurði Egil á sömu spurningu, hvaða rós var Egil frá Guri? Sko, ég ætla að sé ekki bara hversu, náttúrulega hann vakna mjög snemma og hvað gerir maður þegar maður vakna snemma, hann hlýtur að kannski setur hann eina vel eða gefur krökkunum morgumat þegar þau skriða fram úr eða ég... Nei, það er að hann er byrjað að setja minna fötum á gólfið, það er svona rósið. Ég var alveg samt með þetta sko, ég vissi að Seti vel kl. 5:45 mótnana. Egil, ég spurði Steinda, hvað er að kvenlegasta við þig? Hverju svaraðast þið? Sko, hann ofhugsar hlutur að mikið. Finnst það kvenlegt? Ég veit það ekki, ég er bara hvernig að hugsa upp átt. Hann elskar kósi heitan pott, gerir vel við sig með svona ilmkerfi, svona ilmkerti og áfengi og... Hann elskar bara að dekra við sig í pott með glas og... ég er ekki við ilmkerti þar sko Kveikir aldrei á því? Nei, en ég er samt, Úti? ég er samt alveg stið, sko, ég er ilmkertakall, sko. Hver kveikir á ilmkert út? Ég myndi halda ofhugsun að díla við það sem er á vandamál. Ég myndi halda að væri kannski 75-25 women á þess að ég hafi eitthvað gögn bak við það. Ef ég fer í bæinn, ég ætla að gefa agla, ef ég fer í bæinn Aglaða? Hæ? Það er að gefa aglaða? Agli? Þú alveg kalla mig agla, Já, er það- ég sagði agla. Ef ég ætla að gefa agli það, Skiptir engu máli. ef ég fer í bæinn eins og Kringluna eða Smáralinda eitthvað svona, sem ég gera nú ekki ótt, þá kaupi ég ilmkerti. Já, ok. Ég geri þetta í bæjarferð. Og hann líka dúlla sig mikið hann á baði og er að snirta sig og horfa poti í sig og hann hugsa mikið um útlitið og veist, hann er bara svo gælla. Já. Þetta er rétt hjá mér. Nei, hann vildi minna að vera... Þú svaraði einhver. Hann vildi Þú minna að sagði bara eitthvað, kjaftaði. Þú sagði bara rétt hjá mér. Hvað? vera... Augnhárin hans og ég held að maður að búlseta hann, sérðu? Þau eru mjög löng. Með löngu augna. Sérðu? Hvað er að gerast þarna? Þetta er nefnilega... Ég hef aldrei Klippur þetta? Þau krullast upp öll. Og ég meina þess að getur alltaf stundum, það er óþægilegt stundum að vera með glerun. Akkur fer ekki snirtingum með? Klessast svona í glerið. Þannig að þetta er að kvenlegast við hann. 0-0. Já, Steindi, hvað er kvenlegast við Egil að hans mati? Vonum fáir ekki stig. Það er vinna. Nei, já. Ég, sko... Það verður að koma eitthvað stigin. Þetta er enda 0-0. Já, þetta er, ég ætla að segja hann hafi valið eitthvað líkamlegt. Og ég ætla að segja bringan á honum. Nei, hann þekkir allar vörur í IKEA. Því að mannar, hann vil meina að það sé Ég get lappa með þér inn og haldi fyrir nafnið á vörunni, ég get sagt eitthvað hann heiti. Já, en akkur er það samt eitthvað, það er alveg til Hann vil meina brjótari íkamenn, sko. Hann vil meina að það sé meira svona kvenmenn sem vilja fara í IKEA en kallmenn. Ég myndi halda Og ég verður að taka undir það. yfirleitt er konan sem segir við mannin ástæð minn, ef við kikið í Mér finnst það bara yfirleitt vera krakkarnir sem vilja bara fara að fá sér kjötbólurnar og Ef þú ert í sambandi og þú ert
þú ert að grátbiðja frúnum að fara í IKEA, þá áttu álfur auðmikið, því miður. Hvað er það? Ég er til miður, ég er að henda þessu fram. Þá áttu að grátbiðja frúnum að fara í IKEA. Ég henda þessu Þú fram. ert ekkert auðmikið, þá Ok, ert ég bara duglegur en við. Ok. Það er nokkuð ljóst. Ég ætla að vanna hana í 10 ári, ég fekk velun, sko, ég er ekkert að rillum IKEA, ég er starfsmaður En hana. kannski þetta alltaf náður inn að billihillu og segir, heyrðu, og fara í IKEA og borða það til einu og þá þurfum við ekki að pæla í þessu. Nei, nei, Nei. Nei, það er ég ekki punkt þarna. Engin punktu komin. Ég sko, nei Steindi, ég ætla að byrja þig núna. Ég spurði Egil í hvað eyður mest óþarfa peningi. Hverju svaraði Egil? Hann eyðir náttúrulega réttasvarið er hlutabrif. Það er reyndar hálf rétt. Ég er ekki að segja það af því ég veit að hann sagði það ekki en það er réttasvarið. Ég er sammálaður hann. En það er rétt hann sagði það ekki. Af því að hann gæti alveg sleppt í, sko. Þú veist, og ég held að hann væri líklegast í betri málum en hann hefði sleppt í. En ég ætla að segja að hann eyði óþarfa hluti, þá myndi ég segja að hann væri að eyða í hann er, sko, Egill er ekki ná lúksuskall, sko, hann er ekki ykkur Gucci-beltum og þú sér hann ekki með eitthvað rándýra eyrnalokka, sko. Það var ekki að þau veit samt en. Já, ert samt ekki, hvað eyður það mest í? Ég ætla að segja að eyður mest í brennivín. Upp í símanu sín. Það var nú að tala um svona Roblox. Ég er bara búin að, ég er áskrifandi okkur 1 milljón uppum. Já. Og Roblox og þetta, krakkinn alltaf kemst sér garðan Lambo daginn inn í þessum heimi hana. Hvað kostar græt Lambo? Sagði mig og þyrfti að fá Roblox, þetta er mjög mikilvægt, það sá hérna rúndandum og grænur Lambo. Hvað kostar græt Lambo í þessum heimi? Ég veist, ég kaupum alltaf 10.000 Robux, það er bara 200 USD, sem klára það á einu hálftíma, sko. 26 skall. Já, fyrir. Tjóðar mikið. Þannig að ég mæli mig að kaupa hlutabæði Roblox, það gengur vel þar. Vorum við ekki að tala um að þessi krakka sem fátt upp í hendurnar verða kekkspilu? Jú, það er þessi ég áhyggjur af. Það voru að skrúa Ég var að hugsa svolítið um þetta. Voru að loka á þetta? Taka Lamboin af. Herru, þá er næsta, ég spurði náttúrulega Steindi á sömu spurningu, Egill, í hverju eyðir Steindi mestum óþarfa pening? Sko, hann kaupir svo mikið bull. Það er, þú veist, hérna, það hlýtur að vera eitthvað, því að hann lappar inn í einhverja búðir, skilur, og kaupir eitthvað spjöld, opnar það í, ég vil bara fyrir framan starfsmannin, þú veist, skoðar hvað hann fékk og kaupir meira og, þú veist, eitthvað Pokémon spjöld og eitthvað alls konar, þú veist. Ég ætla bara að segja, þetta er rétt. Var það ekki cirka rétt? Hann sagði nörd og dót og það var nákvæmlega svo að lýsa. Það er komið stíl. Ég er komin á blað. Þetta var vel gert. Það er geðvegt að vinna þetta. Já, þú getur ekki tapað. Það er alltaf jákvæmt. Hörðu. Ég ætla að spurja... Vestafalli X. Ég ætla að byrja á þér, Steindi, þú getur jafna, þá er spennað í lokin. Ég spurði Egil, hefur snert tippað öðrum kallmanni, hvert var svarað hans? 50-50? Ég ætla að segja að hann hafi sagt nei. Það er rangt að segja já. Veitu hvað? Ég er búin að vinna. Hvernig var það? Hann vildi ekki segja neina sög, hann sagði bara, ég get lofa því, þetta var samt engin handhristingu. Ég hrist engan. Það einu sem ég sagði. Hvað potaður bara í teipið á einhverjum? Nú veit ég hvernig þetta enda 2-0 fyrir mér. Því ég ætla að vita allur Íslandi svarið. Hann er búin að snerta 4-5 titlinga að Steinþór Hróar, sko. Hann vann við þetta í mörg ár, sko. Við áttum ekki vona þessu. Líklega engin Íslandingur snert fleiri limi en Ætlar að segja já eða nei? Eðla já. Nei, hann sagði nei. Ha? En þú vannst 1-0. Mér mani gettinun, ekki nema Þú varst að vinna við þetta. Ekki nema blöð eitthvað hefur hoppað á mig eða sveppi allsbyr Alveg pottit, ég Já. veist að hann var Auðvitað hefur kliss. En ég held að þú verður að tala um samt bara, skilur, svona, bara svona Ég er bara pott í hann. Þú var alveg snert titling. Ég myndi bara ekki aðstinu Hörru, ég vann. Já, þú vannst og til aðmikið með það, við skuldum auglýsingar og já, svo er Byrnir á leiðning að spurningkefni Gilsarans Brandrótt, pappan Steinda og já, það er nóg framdann en byrjum á auglýsingu. Topp tónlistarstöðin. Þetta er FM 957. Lifi fyrir Mosó, syngur Steindi Junior á samt Dóra DNA hér, þetta er nýjasta lag þeirra og já, aftureldingar. Og núna, talandi afturendingu Steindi, að ég veit að það er einhverjur fans sem að hlusta sem eru alltaf á tánum, þeim er endilega að finna fyrir mig klippuna þegar þú sagðir að vera sokka gumma ben, grenjandur hláti að þið myndi aldrei falla, sem ég vona gerist ekki, ég er tím afturending. Sko, sísoninni byrja, sko. En eins og staðan í dag er næst neðstir og er í fallsæti. Þetta náttúrulega gerist ótrúlega hlutir í þessar umferð. Við töpum, IBVF, Káa og í að vinna. Þetta var allt mjög skrítið. Þetta var eins og ég sendi þér í gær, þetta var eins vond umferð fyrir afturendingu. Ég ætla samt
hendaði fram að þetta er svo mikið stemningslið í Mosó, við erum með öflugan heimavöll. Ég tím Mosó Að allt. hérna, en sko við erum líka tím Vestmannaeyjar og það spáð allir hérna, hvað IBVF og afturölding myndi fara bara beint aftur niður. Við held að elskum Vestmannaeyjar. En sko við erum samt allstað því að Káa er náttúrulega City of Joy, Akureyri. Meina, hvaða lið er illa við eitthvað lið? Nei, það sem afturölding hefur er að við eigum enga erkiófin í neinum. Þetta er ekki svona rótgróið eins og kannski KR á móti Víkinga, Valja og eitthvað svona. Það er bara, þegar lið kom í Mosó, það er ekkert eitthvað hérna þetta lið og hérna meina þetta, það er bara allir saman. Það er samt Fá sér bjór. Nei, nú ætla ég að vera hreinskilin. Það er pínu sad. Nei. Það þarf að vera. Við erum stemningsklúbb. Það þarf að vera ríkur. Nei. Jú. Nei. Bara eins og núna þarf ekki. á sunnudaginn, það er Breiðablik Víkingur. Það er komið alvöru hatur þar á milli. Já. Hvað er það að gera hending fyrir þig? Já. Það er leikur sem vilt horfa á. Ég vil bara vera í stemningu. Nei, þú ert alltaf að tala þú nennir ekki allir fóðu medalí og byggar og allir ekki að hæfa. Það er ekki að fá smá aksjón. Nei, það er annar liðið tabar. Já, og bara svo bara að gefa hæfa og byggar. Ég meira sem búin að segja það að ég myndi vilja breyta fótbolta að það væri ekki hægt að fara í jafntefli. Já. Þannig að það vinni alltaf lið. En þetta er samt góð pæling. Ætti þá ykkar erki óvinnir ekki að vera skæina því að það er svona næst ykkur? Nei, við erum bara stemningsklúbb. Og það er svona henda líka vel að taka lagið í höllinni og ég væri til að fá stappaða höll að taka undir með okkur. Við fáum leiki. 273, þetta er bara, við erum stemningsbær. Við tökum hérna höllina, svo daginn eftir, það minnst nú líklegt að við hendum kannski mögulega í bröndsfélagarnir og gaman. Það er búið að bóka það. Það er seðladagur. Day of fun. Hversu er búin þessi helgi? Hversu skemmtilegur þessi helgi? Þetta er helgi sem ég er búin að bíða eftir í 7 mánuði og ég er ekki að íkja. En það er eins og að komið að einhverjum stærsta listamanni þjóðarinnar. Hann er búin að fara hratt upp listan. Orðin það stóra að hann neitaði að senda brandara hérna 4 vikur í röð. En sem betur fyrir þá náðu á honum á góðum degi í dag. Hann ákvað að senda. Það er seniorinn. Já, það er Steindi senior og þetta er liður sem heitir Brandarhótt pappa mis, Steindi senior slæður lefta strengi gíska á pönslani. Og þannig að hann er í góðu skapi þessa dagana, fyrst hann netti svona. Já, hann er bara, hann er náttúrulega eins og ég segi, alltaf þegar menn fá svona, þú veist, hann náttúrulega er orðin nafn, skiluru, þá svona. Það var auðvitað alltaf erfiðara. Já, en núna er hann. Ekki líka við bara, þetta er ekki frítt lengur. Jú. Og svo nú. Hann er celebrity. Já, en núna er hann komin, samt sko, hann var fljótur yfir þessa brekku. Hann er komin aftur í bara, núna er hann orðin. Það gerist í öllum, sko. Ég veit að það gerist í öllum. Saman eins og ég kom inn á í byrjun þáttar að Svessi nefndi ekki að syngja án þín hann í einhver 2 ár. Svo syngur það í hverju ekki núna. Þetta er svona, það kemur einhver punktur hjá öllum svona listamönnum. Ég held sem ég mikilvægur kapli líka. Já, góða samt því að pappa hennum að hann var bara í 4 vikur. Já, hann var mjög stutt í þessu. Já. En hann bara fann sinn stíl og er mættur aftur. Viljiði byrja? Alltaf. Herru, þetta eru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brandarar. En veistu hvað? Ef að sínjón hann hlusta, eða þú ert eiginlega að segja hana, því að honum finnst alltaf erfiðar að finna brandara. Það má líka alveg fara að segja hann, maður senda það bara 5, þá á hann 2 í næstu viku. Já, ég meina, hann sendir ekki. Já, hann er bara í stuði. Hann er bara, já. Ég ætla ekki bara að kenna honum þetta. Nei, ekki vera, það er bara smá ekki að kenna hælunni þar, sko. Herru, hefur við ekki bara að keyra í þetta? Skoðum með það. Ég hef ekki heyrt þetta, þannig að við erum saman. Við reynum að giska saman. Já. Hvað kallar þú leðurjakka sem strýkur að heiman? Hvað kallar þú leðurjakka sem strýkur að heiman? Tekið eftir þetta, ég ætla að fara nær mæknum með það. Það var að hækka líka. Strókleður. Já, herðu, eiginlega með þetta, strókleður. Strókleður er rosa gísk. Hvað kallar þú leðurjakka sem strýkur að heiman? Og auðvitað strókleður. Egil, við erum með punkt. Egil, þú ert í Ég veit bara nýri orðagrínunu, þannig að fyrst sem að dettur í hug. Hann er ekki bara í því, hann er líka. Við erum konum með punkt. Já, og við tökum næsta. Í nótt dreymdi mig að ég var að ganga á fallegri sandströnd. Í nótt dreymdi mig að ég var að ganga á fallegri sandströnd. Svo einhvern veginn alltaf vakna, skilju, það var draumur. Já, hann sagði við dreymdi. Já, það er erfitt að botna þetta. Svo vaknar hann og þá er hann bara heima. Sá hann bara í Mosó í rigningu. Hvað er pönslæðin að það? Það er ekki sens að giska Nei. Einmitt, þá komið skýring á fótsporunum í kattasandinum. Anskotir helvitis. Þessi var helviti sterkur. Það er erfitt að taka upp hanskan fyrir hennan. Það verður að segja Fyrst er geggjaður. Fyrsti var flottur. Það var orðalegur. Þetta útskýri sandsporði í hérna kattarsandinu. Já, því hann sko dreymdi. Hann er á lappisætni eða eitthvað. Helt að var á ströndinni. Hann var ekki træðilegur. Tók smá blöðun á þetta. Hann fóð bara í kattarsandinu og lappaði þar. Ok, hvað er með næsta? Ekki sterkasti, en við höldum áfram. Já, við erum alltaf hinskilni. Já.
Sýningarstjórinn í Gamla Bíó lést í gær. Helviti þessi dark. Við með þess að þekkjum hann. Það er ekki sýningarstjóra, en við þekkjum þann sem yfir Gamla Bíó. Lést í gær, sýningarstjórin, ok. Sýningarstjórinn í Gamla Bíó. Þetta er eitthvað game over eitthvað, sýningin er búinn, þetta er eitthvað orðað eitthvað. Á, sýningarstjórinn, sko. Hvað er bara með þetta? Ekki? Já. Jarðarförin verður haldin á þriðjudag klukkan 3, 5, 7 og 9. Þessi er alltaf það er þessi fín. Því hann var ekki að tala Gamla Bíó sko staðinu í bæ, hann var að tala bara kvikmyndahús. Já. Svo góður. Þessi var Það er bara fín. Þetta er fín. Var þetta ekki 7? Já. Alltaf. Solid Ekki. 7. Ég held áfram. Kossarnir þínir alveg brennheitir. Kossarnir þínir. Kossarnir þínir alveg brennheitir. Þetta er sérstök byrjun. En geti verið svakaleg pönslæn á þessu. Kossarnir Þín alveg brennheitir. Ég get ekki bótt það. Nei, hefur ekki bara að spila. Já, ég ætti kannski að drepa í sígaretunni. Herðu, þessi var geggjað. Mér fannst þessi fín. Já, bara erfitt að kissa ykkur það því hann alltaf er með logandi réttu. Já. Þetta var 7-5. Já, þannig að það er einhver sem er ekki að taka réttuna út úr sér og meðan kossin er fattið. Já, svo mjög góður. Er það ekki? Hann er bara meitslapa núna. Já. Kossarnir þínir. Já, næsti. Ég fann bunga BDSM blöðum undir rúminu hjá syni okkar. Hann ætlaði að væri bara ég en... Fann hann það? Nei, Ég held ég viti pönsilegna á þessu. Hann segir þetta ekki get ég raskelt hann. Já, því hann fílar það. Þetta er Ég held að eitthvað. segja það. Ég held að sínjón sem heit svona. Hvað ættu að gera við hann? Já, allavega ekki að flengja hann. Þessi er svolítið, kannski umdeldu 25. Allavega ekki að flengja. Ekki bara að flengja Ég vil fá meiri svona. Ég vil sínjón eftir dag. Já, hann er Meiri í greinilega. honum þegar konið 2-3 í hann. Hann er að vera grófari það, við höldum hann. Ég fann bunga. Næsti. Ég er alveg viss að Palli gleymir því aldrei þegar hann misti fulla vodkaflösku á gólfi í sjallanum. Já, hann gleymir aldrei þegar hann misti heila flösku af vodka á gólfið í sjálfanum. Ég fór alltaf inn að hugsa bara eitthvað sleikjað upp eða eitthvað. Hann er komin að, hann er orðin aðeins grófari núna, það líður á. Þetta er erfitt kall sko. Þetta er næst síðasta. Já, svo erum við með stærsta tónlistamann Íslands hérna á samt herran Hnetusmjör Birnir Bíður hérna, þannig að við bara, fáum þetta bara. Kerum þetta í gang. Hann er enn með glerflísar á tungunni. Já, ég var að segja sleikjað. Eina rétt hjá blöð. Já, það er rétt og það var að Hann er verið með 3 púnta. Það var síðasti brandarinn. Já, við erum með 3, rétt sér, já. Þetta er bara búið að hörku prógram. Ég ætla að setja hérna næsta. Og svo einn að lokum. Mars mátt gerir eitt stórt, sagði Mjallhvít. Við dvergana 7. Dvergana 7. Já, margt smátt gerir eitt stort. Þetta er búið. Þetta er bara svona, Og svo einn ég að náði ekki að Mars stoppa. mátt gerir eitt stórt, sagði Mjallhvít. Dvergana 7. Hvað er bensluðinni? Var það bara frá örskísla? Er hann að tala um penisana? Nei, þetta er ekki, bara margt smátt. Já, hann sagði bara að þeir eru 7 þá Býttu, var hann að tala um penisana og... Nei, aldrei. Steindi sagði það. En Þetta horfði eitthvað með svona skringilátt. nei, það kom ekkit, það kom ekkit pansaðin, þú náður ekkit að stoppa. Nei, þetta var bara, svona var þetta bara. Margt smátt gerir, Vanlega kemur svona pása og svo kemur pönslein. Já, þessu, kemur það. Og svo einn að lokum. Mars mátt gerir eitt stórt, sagði Mjallhvít. Dvergana 7. Já, þetta er gangbangrín hjá grínjónu, sko. Ég bróttum að nú. Það er svakalegt. Þetta er sem er... Aldrei. Þetta var þannig móli hjá hann. Nei. Það gott að ekki verið pönslein. Guðjón, við erum að fara Við getum í þetta lag á þegar Birnir er að koma. Pásum ekki sínjórinn Áttu LXS samt okkur. Svo kemur Birnir hérna í smá viðtal og svo fyrir við eitthvað annað lag. Því að við erum bara að spila lög sem er í höllinni og ég get lofa ykkur því að LXS verður tekið hérna á morgun. Er þetta kvöld styrst á sínjórinn? Nei, hann var í stuði þetta. Takk fyrir okkur, sínjör. Topp tónlistarstöðin FM 957 Það er þér að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957 í beinni útsendingu frá Laugardalshöllinni og ég eins og við komum inn á hann þá held ég að bara heitasti listamaður landsins í mætturinga í spjall. Hann er einmitt að koma fram hérna í höllin á morgun en er líka með risakík í kvöld, ekki satt, Birnir? Yes sir, Þú ert velkominn. Já, ekki að sjá þig. Takk hérlega. Jú, ég er með gig í kvöld, fría tónleika í Kópavoginum. Já, frítt inn. Frítt inn. Já. Þetta er úti, þannig að þetta stefnir Heppið alveg með veður. Heppið með veður, þetta stefnir alveg í smá ræjótt, sko. Já.
Þannig ég er bara spenntur fyrir því. En fólk getur bara mætt og hita vel upp þar, komið og séð aftur inn á morgun. Hvar er þetta í Kópavogi? Herru, þetta er bara á móti Sundlaug Kópavogs. Já, ok. Staður sem heitir Mostley, bara svona hérna hverfis staður og í bakarinnum þar eru búin að setja upp svið og bara stórt hljóðkerfi og hérna alveg partí sko. Og er þetta þá basically útgáfa tónleikar á plötunni? Þetta er svona smá útgáfa fögnur, þú veist, þetta er bara partí, þetta er bara útgáfa partí nema öllum er boðið. Ok, geggja. Herru, til hamingjum plötuna, hún er alveg geggjuð, ég hef nú búin að senda þetta á, ég er búin að renninni nokkur sinnum og bara, þetta er bara fáránlega góð plöta. Já, maður sá líka bara spottið, það voru öll lögin á, hvað var það, top 20, en hvað var þetta, top? Já, það voru hérna Eurovision lög sem slætu inn á milli og eitthvað, en hún er öll ennþá inni, sko. Já, það er ekki hægt að hreyfa við þessum Eurovision lögum, sko. Nei, ég veit það. Þau eru bara það. Þetta macchiato-lag, krakkandi dýrkit, þannig að dansa með eitthvað bindið þarna. Já, svona listar verða oft svolítið skakkir líka þegar það er með svona gríslingalögin dett inn, þegar sko leikskólarnir í frístundinni eru bara með eitt lag á repeat, sko. Maður má ekki spá mikið í þessu, sko. Það er alveg, þá er maður alveg steikt, sko. Og það er enda góð pæling sem ég langar að spyrja út í. Ertu að spá mikið eins og þegar platan kemur út? Ertu að hugsa mikið Spotify? Hvar þetta fer inn og... Já, ég hugsa mjög mikið sko, ég hugsa kannski mest allt í aðdraganda útgáfunar. Þannig bara að vera búin að hita liðið nógu vel upp, þannig að útgáfan bara springi, skilur við. Og það gekk ógeðslega vel núna. Og hérna, hún er bara ennþá í ógeðslega mikil spilun og bara... Hvað ertu búin að lengi að undirbúa þessa plötu? Í svona kannski 4 ár, svona frá bara alveg byrjun. Já, svona 3-4 ár. Já, hvað hérna, ég veit þetta er afstæðanlega spurning, en þú ert tónlistarmaður að atvinnu, þú ert ekki neitt vinnu eða neitt. Nei. Hvernig er venjulegur dagur í það? Sko, það er bara svona, þú veist, eins og núna er hann búin að vera frekar crazy, venjulegur dagur. Þú veist, það er ég bara eitthvað að mæta út allt og plana hitt og þetta, whatever. Og þarftu ekki að vera svolítið agaður, og skamta er alveg bara, ég ætla bara að fara og vinna og skrifa eða í stúdíu. Maður er sjálfstætt starfandi, maður er ekki atvinnulaus, skilur, fattar þið, það er munur, sko. Þannig að hérna, maður er bara eitthvað að vakna snemma, fara í gym eða jitsu eða eitthvað, whatever, og hérna, svo bara eitthvað að hanga með vinnu sínum. Fara í sund tvisvar og... Fara í sund tvisvar? Já, það er rosalega. Það er góð dagur. Ég á reynda bad, sko, þannig ég fer alveg mikið í sund. Já, en það er svolítið misað með hérna tónlistafólk og kannski sérstaklega rappara. Er að hérna, hvort ertu að semja stöffið on the go alltaf eða þarftu svona, núna ætla ég að fara upp í stúdíu og semja? Ég er on the go alltaf. Já, það er svona meira ég. Bara svona voice recorder og... Voice record, notes, þú veist, taka upp í bílnum, skilur það, því þú ert tengd við bílinn, þá getur ekki nota voice record. Þú ert að spila beat, þannig það er til endur að myndböndur af mér, og kjánuleg myndböndur af mér að syngja einhverja fárlega lagli. Og það gefa það út einhvern tíma, sko. Já, ég var að spáði að posta einhverja bráðum, sko. Það er stemming, þetta er nefnilega spurningin sem ég spyr er oftast í eins og tónlistamönnum okkar, bara hvernig lög verða til, sem að mér finnst mjög áhugavert. Ertu, eins og koma textarnir eða þú ert að bara raula í kameru, ertu að raula bara svona taktin eða ertu... Já, þú veist, það er bara allur gangur á þessu. Þú veist, þetta er líka, ég spái líka kannski í líka bara einhver svona eins og, þú veist, heyri, þetta er góð lína, fattar þau? Þannig að þú veist, einhver fyndin lína, að þá get ég byggt svo mikið út frá því, fattar þau? Þá kannski get ég byggt alveg heilt vers eða heilt konsept, jáfnvel, þú veist, út frá því. Út frá línunni bara. Bara út frá einhverju fyndinni línu, skilur ég, og bara, og líka hérna nota húmor í því, það er mjög vanmetið hráefni í, þú veist, það er mjög auðvelt að taka hlutin alltaf ógeðslega alvarlega og allt eitthvað svaka, en þú veist, það er oft mjög gott, sko, að byrja út frá einhverju djóki og svo leiða alvarleikunum að taka við, sko. Já, en hvað ertu gamall bara þegar fyrsta lagið þitt kemur út? Ég er 21. 21, já, 21. Og ert í dag? 29. Já. 8 ár og já, ég held að sé nú alveg að staðfesta það og sé bara komin á toppin í dag, það er nokkuð. Já, ég tek því. Nokkuð sáttur. Ég tek því, ég tek því. Við vorum að tala það áður við byrjuðum hérna að spjalla, hérna, þú ert náttúrulega að fara að vera sjálfur bara í höllinni í haust og bara, og það, miðasalinn er þar bara, það er alveg tempo þar. Miðasalinn búminn, þú veist, þetta stefnir allt bara. Það er hann tix.is líka? Nei, það er hann stubb.is. Stubb, sorry. En hérna, já, þú veist, 20. september, höllin og hérna, það lítið vel út, sko. Það verður veistla. Það lítið vel út, sko, það verður partí. Við mætum þar, drengirnir. Já. Þannig að, en hvenær byrja tónleikarnir í kvöld? Herri, tónleikarnir byrja kl. 8. 8? Já, á móti Sundlaug Kópavoginum, þegar ég finni þetta, sem ætlaði að mæta. Þetta verður góð uppbytun fyrir morgundaginn. Ég veit að, herru, af því að þú ert hérna hjá okkur í Blöð og getur þú sagt okkur að því að tónleikarnir á morgun er alltaf, getur þú sagt fólki eitthvað hvað þú þarf að taka? Getur þú tísað eitthvað? Já, ég mun taka... Á hvað lagi opnar hérna? Á hverju opnar þú? Já, ég mun örgulega opna á LXS. Já, takk hérlega. Tíska. Já, þú veist, það er alveg opnurinn. Og við erum líka hamrað við fólk sem er að hlusta
posta á hérna Instagram hana. Þetta festival, þetta byrja 5. Þú ert að fara á svið 6:30. Já, nokkulega. Já, ég 18:30. 18:30. Sko. Þannig að það skott að fólk verði mætt og ég veit að verði mætt hérna. Því að sturlu spá á morgun. Það er svolítið fyndið því að hérna við félagarnir sem erum Við fyrir að svið 2020. Þetta mjög stemma allt. Já, algjörlega. Það geggjað, sko. Ég fíla það. Ég veit að við erum ofta að þvælast eitthvað kringum miðnætti félagarnir hér og þar. Þetta helvíti gott svona. Svo getum við bara farið hérna, við erum hér og horta á rest. Já, tjúta. Já, það var 2-3. Þetta almennilegt. Hörðu, veist það, við ætlum ekki að halda þér of lengi Birnir, við veitum úr að fara upp í Kópavog og gera allt ready. Takk fyrir. En ég ætla bara að fá þig til að kynna inn næsta lag sem að verður væntanlega tekið höllinni hérna morgun líka og í kvöld í Kópavoginum. Yes sir. Þetta er lagið Far. Boom. Let's go. Þetta er FM FM 957 Það er hér að hlusta hér á FM 957 á FM 957 við þökkum Birnir kjallaði fyrir komuna. geggjaði að fá hann þetta. Já, þetta er eins og var sagt í Súlandir, so hot right now. Já, bara og topp maður. Já, þetta er eðaldrengur Egil komin aftur í hans stað, við erum bara með 3 mæka en hvað fórst að gera með hann? Skipulega gekk fyrir gigið? Já, ráðaði og talaði fólk sem er á alltaf mikið af fólki að setja allt upp hérna og ég var bara að spjalla. Ég er bara svona beintur fram á nokkuð núna, það er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Það er svona 70 manns núna workingin í höllinni, myndi ég segja. Já, að setja allt upp og þetta er, ég er að peppast á maður. Þetta verður galið. Ég gæti bara yfir á morgundrykk þegar við erum búinir að gigga. Er það? Já, ég er bara að finna. Ég held að þetta verði einhvern veginn þannig að ég verð komin á gólfið í ruglinu þegar Timmy er. Takk. En það er eins og að komið að spurningkeppni Gilsarans og við vorum með hvað? King of Pressure eða ekki? Jó. Af því að það er stutt í gig og þá er pressa. Já, það er bara, ég meina þess að fundu undanfann daga bara, ég meina þetta er að rálaga að halda stórt gig. Já. Og þetta hefur verið áður en... Já, hefur hann verið áður? Þetta er season Já, sko, hún virðist að það hefur verið 2019. 2019? En Vá. samt einhvern veginn 5 ár síðan. skráði ég Nei, þetta 6 ár síðan. Er það bara fyrir síðasta gig eða? Þetta er september 2019. Þetta er fyrir COVID. En við vorum ekki með höllina þá eða? Hvernig vorum við seinast þetta? Hún var 2021 eða ekki? Og margar skrýta spurningar sko. Aha, viltu ekki bara sleppa þessu? Ef við ekki bara Ég spjalla er ekki eitthvað? með, þú veist, þetta er gaman, ég er ekki vel að... Já, hvað var skrýtnasta spurningin í gömlu? Af því að nú ertu búin að þroskast aðeins vonandi á 6 árum. Ég veist, það eru nokkar skrýtnar eins og hefur verið miður í sprengingu með dömu og ekki höndla pressun á dælt of snemma. Herru, fyrir bara í nýju þrosku. Þessi var 2019, þannig að nú er nýja keppnin er aðeins svona dannaðari. En þú veist, þetta er allt svo til. Það er eina sem hræðið með stundum í þessu lífi. Það er allir sem þættir eru til bara á vísi. Þetta er eldist í land. En það er bara spurning. Það er stórt ára morgun, menn vakna bara og klárir í álfur dag. Með hvað ég peppaður og stressaði núna, þá held ég verði í eitthvað ruggla morgun. Já, sérðu, hérna er bara fullorði maður í hettupiss að tala í síma, stressaður og það er allt að gerast. Herru, hvað er með það? Sko, 8 spurningar, King of Handling Pressure. Heldur þú skein er rétt fyrir gig? Ég get alveg Hvað er það pressu því sko? Já, þetta skýti í því að stressi. Stress og hérna Nei, ég myndi segja að það er bara með maður tekur alltaf eitt loka piss og get alveg fyllt inn skeina með það því að ég er stemningsmæður. Skeinaðu til? Já, reyndar ger ég það líka. Já, ég ger það líka, ég set alltaf pappír svona. En sko, ég verður ekki að blöð punktana. Hann er ekki að hlaupa þetta á okkur salinni skeinandi sem allar bara, sko. Hann er bara að fer á svið og... I can handle pressure. Ég kom einn og lifir. Hvor er að fá stig? Ég? Já, sko, þú veist... Ég höndla pressu betur en ég sé bara að vera að skeina mér eitthvað. Þú ert að skeina þér rétt fyrir gig. Það tengist ekkert stressi eða pressu. Þetta er allt stressiðar. Hef ég ekki verið að labba með allir í AC með hjartsláttin í sko 20 Þú varst ekki stressað þá, sko. Nei. En það var ekki stressskeina, sko, sammála því. Það er ekki tillit sem heitir stressskeina. Já, það verður stressskeina þegar á morgun. Þetta er bara tvöfaldur lótus og stemning. Höfum við einhvern tíma verið að hérna veislustýrið að skemmta samanstendi á þess að þú þurfa að pissa rétt áður að labba á sig? Ég reyna alltaf að gera það því að maður veit aldrei eins og þegar við erum að skemmta það. Já, þú gerir alltaf þegar að sagt upp á svið, þá bara ég verð að pissa. En sko, jákvæðið þetta á morgun er að ég veit hvað sjóið okkur er langt. Þannig að ef ég og þú blöð fyrir mig líka þurfum að veislu. Nei, við erum að fara að veistlustýra eitthvað. Við getum verið på svið bara 4 klukkutíma. Nei, við getum alltaf fyrstu innkomi hvernig hún er. Heiðu, ok. Hefur einhvern tímann stressast svo mikið upp fyrir deiti með gellu og cancelaði? Nei, ég bara alla mína tíð ef ég hef náð deitið þá hef ég mætt vel peppaður. Þú þóst að elda á eitthvað? Já, ég hef skitið á mig oft á deitum. Það er svo annað mál. En þú aldrei cancelað bara mætir?
bara ef ég fæ date alltaf mætt. Ég svaf alla bíóferð á hérna Batman, hérna, hvað heitir hún áttur? Með honum Ledger? Dark Knight? Já. Lagður þið þar? Svaf alla myndina með, bara þið veitir hvernig ég sé ef það er nothing nice about it, ég svaf þannig alla myndina fyrsta date. Svo byrjaði hann samt með þér og ég börn saman þetta. Já. Það er lígilegt. En þá, já, hún er skipt. Nei, ég bara alla mína tíð þegar ég myndi aldrei sleppa deiti. En málið að þetta tengdist líka ekkert myndina að stefnumótun, ég get ekkert bara farið í bíó og svo, ég bara sopna í bíó. En það hefur hins alveg gerst að það hefur verið cancelað á mig. Já. Þegar ég var yngri. Eitthvað svona, þú var læna ykkur upp og svo veistu skila upp og hörðu ég... Já, ég veit með þess að nafnið á einni stelpur og sögurkröki. Nafngreindu? Nei, það er alltaf læg. Allir vinni í dag. Hættu kallinn. Það var erfitt fyrir blöð. Og heim á króknum með þá? Það veit það ekki. Nei, ég hitt hann í bænum minn. Það var ekkert erfitt fyrir blöð. Kannski mætum við giggið á morgun. Fástu ekki bara út og fegst þér nokkara með strákunum? Ég var búin að plana Hvað varstu búin að plana? Varstu búin að heyri í eina gæjanum sem er að sjá skautasvelli á króknum og fara svona... Það er ekkert skautasvelli. Svona Happy Gilmore moment að það? Nei, það skeytir ekki máli. Það er 1-0 fyrir blöð. Hvernig finnst þér þú ráða við það þegar þú sérð berar jöllur í Skylagún? Ég er bara aldrei lent í því. Þetta er ógeðslega léleg spurning en ég nefnir að spáði það. Ég er bara aldrei lent í því. Þú ræði vel við þetta, eða ekki? Auðun, hvað meinar þú? Þú ræði vel við þetta. Það væri ykkur bera ofan í Skylagún. Akkur kallar hann Auðun? Hvað var þetta alltaf einu svona þroska hjá þér með svona ógeðslega barnalega spurning? Þú ræður vel við þetta, Auðun er ekki? Auðvitað myndi hann ráða við það, hvað heldur þú myndi gera? Þú yfir í Steinþór, hvernig svona í þessum aðstæðum? Aldrei lendi í þessum aðstæðum. En þú myndi alveg ráða við það ekki? Já, ég hugsi myndi alveg ráða við þessum aðstæðum. Ég hugsi myndi bara synda áfram. Hvað heldur þú myndi gerast? Ég myndi synda áfram og bara synda, hvað þetta er ykkur skriðsundi þetta í Skylagún? Fólk er bara að fá sér bjór og... Já, ég meina hvernig ferðast þú í vatni? Fólk syndir ekki í Skylagún. Nei, hvernig ferðast þú í vatni? Situr með bjór. Já, einhverstað, hvernig þarf þetta að koma? Þú þarf að komast ykkur. Sundglerun og fitin og allt bara. Nei, það er engin með sundgleru og fit. Ég er að segja, hvernig kemstu á barinn? Þú þarf að synda á barinn. Nei, ég skal gefa allir það. Þú lappar náttúrulega bara, þetta er bara svo fyrir blá lónu. Já, þú veist, þú lappar og ert samt svona, ég lapp ekki bara svona með látum og vatnið og þú ert svona, ferð svona hálfur upp og þú ert ekki að synda. En ferð svona mjúkur, lappar mjúkt, syndir hálfpartinn. Já, lappa mjög. Þú lætur þig fljóta á barinn. Þú lappar ekki beint. Sko, ef þið ráðið báðið við þetta, þá ætla að fáðið báðið bara punkt, sko. Það ráðið bara allir við þetta. Og hvað, nei, ég nenni ekki svona lengi þessa spurningu. Það er eitthvað margar eftir, sko. Þegar þú ert undir gríðarlegri pressu, áttu til að taka stykki. Nei, aldrei gert það sem betur fyrr. Og mun ekki gera. Ég held að það er langt síðan stykkin mætti. Það er margir sem myndi gera það eins og morgun bara að ála og hörðu ok, ég tek stykki. Þá fyrst myndi ég klúðra gigginu held ég myndi bara að prófa það í fyrsta sinni þetta morgun. Það er komið comeback á stykkinu. Já, það hefur búin að vera í pásu sko. Nei, það ok, látum þau eiga sig hérna á gigginu. Hvernig finnst þú að höndla pressuna frá frúnni þegar hún tilkynni þér að nú sé huggulegt peggkvöld? Þú átt að pegg maður, það er nýjasta hjá þér. Talar ekki manna. Hvernig, hvað sagði? Erst þú á kafi í þessu? Já, ert þú í þessu? Á kafi í þessu? Nei, ekki á kafi, en eitthvað að vera að pegga þig? Ég er bara að spurja, ég er ekki yfiröðslega hérna. Má ég spurja þig, hvað er að gerast þegar að vera að pegga þig? Þá setur frúin á sig svona umgjörð, mittið. Þú ferð á 4 og... Já, ok. Nei, það er ekki pressað þar og hefur ekki gerst. Ég held að þetta var alltaf þetta. Ég sverða, ég bara vissi ekki eins og hvað þetta er. Þetta er fyrsta sinn sem ég spyr. Það spurði þér sko, þannig að eins og þetta fólk er að stilta yfir að bylgjuna eða hann sko. Já, nei, bylgjan er nú öruglega einhverju grófara sko. Ég hérna, já, það er nei líka. Er þetta ekki með eitthvað svona eðlar? Eitthvað svona stemning sko. Já, en tiltöluleðileg. Höndlarið pressu það illa að þú hefur eitthvað lent í að skíti í þig. Þessi bara eðlileg. Margir lent í þessu. Skíti í sér af stressi? Nei, ekki lent í. Sko, byttuna við. Þóra til neðar lent í þessu margóft. Ekki af stressi? Nei, hann hefur líka aldrei skítið í sig. Margóft? Nei, ekki þannig. Hann er á morgunina. Já. Og líka bara svo margir sem eru, og þú erum að deila alltaf dagskráni. Það sem þú sérðu ekki á dagskráni eru svo
Dóri DNA. Það má ekki segja leinigestir Nei, alls ekki. Nei. Saint Pete. Mushroom. Já, það margir að spyrja, byrja okkur ekki Saint Pete á hérna, hann náttúrulega með hnetunni. Já, Saint Pete kemur inn í sjóði á hnetunni. Herðu, já, Guðjón, máttu hafa talað minn skít sem næsta lag. Já, tjóðlar ég til það. Það verður tekið hérna á morgun í höllinu og það að mínu mati bara besta lag sem ég heyrti í einhver ár. Já, það bara réttu þér. Ég hvað varstu spurningin Egill? Hefur skítið á það mikið pressa og streita og bara ætlaði að prumpa og bara skítið Nei, það ekki gæst Rosalega froskaða spurningar Steindi fæst ég hann reyndar Já, ég er Sko, ég er með eina mjög líka stikkis spurningunni en ég er með annað koncept Ég fæst ég hann Er það ekki? Já, eitthvað svona Það er átrúlega spennandi Nóra og stemning kannski Sko, ég er með þessi lík stikkinu en ok, sérst það er mikið álag á þér allt í rugli átti það til að fara afsíðis og hristeinn Nei það er streitulosandi, ég er ekki búið það til spurði ég gerfugendina Hvernig tengdist þetta stikki? Já, þegar þá höndlar þú pressu illa og fæ stikki nú höndlar þú pressu illa og tekur hristing Nei, aldrei gerst það Það væri sérstætt þetta maður að hlaupa í það hérna morgun á stóra kvöldunum bara réttur ekki hvað er blöð ég er bara einhverstað inn á einhverjum klefa hérna það var stórfurulegt ég myndi ekki dæma blöðarann en ég myndi segja bara blöð, nú bara fókus hérna sko að 2-2, ég sé að Steindi að dauða færi fyrir okkar besta mann að loka þessu og því ég hef aldrei geskað á þú að þetta getur unnið þetta King of Handling Pressures en ég hef aldrei einhvern veginn að ég ætti að vera líklegri en ein eftir já, þetta lítur að vera ein góð sundlög hefur undir gríðarlegri pressu á svona 10-15 minna glugga bent á yfir 2-3-5 Þetta með þetta benda maður bara þetta verður að stoppa Þetta benda á penisa verður að hætta Ég er farin að sko það mun hætta Munið vera hreindýrið það væri 2-3 á svo databróð Þetta er löngu búið Nú ætlum ég bara að vera hreinskilin Ég er farin að sakna svolítið stöðumæla Hvað sagði ég ég lofa ykkur það mun hætta En hvað þarf Steindi að segja rótt hann hafi ekki verið að benda á neina Mann var upp í turninum það að segja fólk hörðu þvoðu á þér penisinn núna Egill hann talar með raskatun einan en að henda og tala minn skít sem verður tekið hérna í höllin sem rosalegt lag Ég myndi giska að þetta verður svona kortir yfir 7 Nei, herru, já, ég er búin að byrja Infinity maður Nei, tala minn skít endum á Infinity tökum tala minn skít og hafna Þetta er svona kortir yfir 7 í höllin annarkvöld Jöfull hlakkaði til að sjá þetta lag maður Við erum mætt snemma maður FM 957 Alvöru lag hér í FM 95 blöð tala minn skít Saint Pete og herran hittus mér þeir taka þetta á sviðinu á morgun og eins og við sögum þá verður það svona kortir yfir 7-leitið held ég Þetta er rosalegt Netan fyrir á svið 7 Birni fyrir á svið hálf 7 Pretty Boy Jock og þar á undan og þetta er alvöru veisla frá 5 til 1 í nótt og ekki í nótt heldur annarkvöld og það er Dominos og bæjarins bestu verð á svæðinu fólk getur fengið sér að borða það verða barir út út Þetta er bara rosalegt og það verður alvöru festival En talandi Pete, hann var að gefa lag líka hérna eins og Egill í dag það er Píramítar, hann og Daniel Alvin það er alltaf gerast núna það er rosalegt Ég taka skýrslu á fólki það er allir að fara að negla sér bara beitt í brönns og bara hádegi og það er allir að vera í hádegi ég elska hvað Íslendingar eru með alltaf búið 10 upp á það að gera Hvort er betra að vera í sól úti að byrja í bjór í hádeginu eða byrja á bjór klukkan 8-9 kvöld Það átaka þegar við opnum húsi bara freka fyrir heim og svo Þegar við opnum húsi klukkan 4 og fyrsta akt 17:00 Queen Eva May þá er allir búin að vera að sippa dísi 4-5 tímar Fólk er komið í kist Ég nú ekki 4 þegar það er ekkit allir eins og við Ég myndi gruna fólk sé að hendi í partí svona kannski 3-leitið eða eitthvað og svo er að mæta hérna svona 5 Ég er að hitta heldur mikið að liði sem byrjar Eða að líka fullt að liði sem mæti bara hérna og teku fyrsta hérna í gýr Þú veist það er bara aðlega að vera ekki að slugsa að mæta og koma og seinta því að dagskráin hún er að byrja snemma það er ekki að hakka við þessu, þetta er bara þannig gig Hárrétt að Steinda, you do you okkur alveg saman klukkan hvað eða hvort þið fá okkur eða ekki en við erum bara mættinga tímalega í höllina því að dagskráin byrjar 5 við erum að fara að kveðja hérna úr höllinni núna og verðum mætti með blöðkastega sjálfsög á þriðjudaginn og svo erum við allir í gýr eftir nákvæmlega viku en mikið ofboðslega hlökkum við til að sjá okkur hér í Laugardalshöll á morgun þeir sem eru að koma annars bara þeir sem eru ekki að koma í góða helgi og bara, já, er þetta ekki sjáumst á morgun eða? Og enda þetta á Infinity Sjáumst bara morgun og við allavega við þetta minn ætlum að leggja allt í þetta Það sem tekum við núna kl. 6 Timmy Trump sendi á Dr. Viktor sendi mix á Dr. Viktor
Þannig að smá svona preview, smá stemningssett. Já, Dr. Viktor og Timmy. Já, byrja núna klukkan 6 og það er líka annað. Ég var spurður á Instagram hvort þetta væri Egill og Hjöppi sem hann byrja með setti Doc, þetta er náttúrulega Doc en þetta er að sjálfsögðu Egill og Dr. Viktor. Það væri geðveikt þetta væri Hjöppi líka sko. hann En kannski verður Hjöppi með okkur morgun, maður veit aldrei. Hann er búinn að tilkynna það í Dr. Fútból að sé fara að taka lagið, þannig að við getum alveg sagt að Hjöppi mætir á sviði hér annað kvöld í gír, en við ætlum að enda þetta á Infinity og talandi tímasetningar, þetta verður svona 7:30 leitið ekki? Jó, snemma, 1920. Já, þá kemur þetta lag og við ætlum að enda þetta á Klas og þetta er vinsalasta lag í sögu FM 957 sem er heldur gaman og hann tekur þetta á morgun. Takk fyrir okkur í dag. Þetta er topp tónlistarstöðin FM 957